komið því að klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 17. mæ og 17. mæ þetta það verður komið júni áður við vitum af og FM95 blöður hafið göngu sína ég ætla að segja bara á geggjum föstudegi Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja ég ætla að segja bara tveir helviti nettir annar heitir Egill Einarsson og hinn heitir Steindór Róar oft kallað Steindi Junior Það ekki Hvernig eru menn þennan föstudaginn? Við erum bara Helviti góður Brattir Helviti brattir sko Við náttúrulega ljúum ekki hlustundum þetta eitt af þessum fáu skiptum við erum ekki beinni Nei, við erum uppteknir Við erum uppteknir því að við Steindur að skemmta á Króatíu en erum hins vegar í bullandi gís og þurfum ekki að koma aftur inn á það við séum ekki beinni Við sitjum með kaldan og þurfum að fara til Split Eitthvað sem ég hef aldrei geta Gátuð eitthvað að Split Nei, það nú mjög fáir Ég held að sé mjög lítil prósta í heiminn sem getur gert það Já, að fara í Split Ég þarf að fara til Split Ég held að sé heldur næs að fá sér a couple of beers þar Já, það á verið að reyndar í spá rigningu það ekki alveg nógu sexy Það breytist Já, það er búin að því ásáttíðin haldið nautadýra en annars verður hún færð inn og já, sko, það alveg svona nettur föstudagsskýr í mér ef ég var alveg hinskil því að fengum okkur eitt kaldan hérna fyrir og allt upp á 10 hérna hjá okkur drengja Ég hef engar ágjörðar Nei, þetta fyrsta spurning þau voru ekki með mér í blökkastin í vikunni horfðu á Eurovision Sko, það hættir að tala Eurovision kannski við vorum neðsta sæti það ekki nett sorglegt það verið neðsta sæti hefur það gæst á þau? Já, það hefur gæst á þau Svona eftir allt sem á undan gengið bara hvort við ættum að taka þátt eða ekki það skellur að vera svo í neðsta Það stóð sko í fréttinni að þetta hefur gæst nokkur sem maður en þetta er vissulega skellur Við þurfum að fara bara í gamla kerfið sem við vorum með þar sem er bara valinn einhver snillingur sendur út og tekur þátt fyrir okkur hönd það var gert við Bó og gert við fleiri og þetta var þannig Var þetta svoleiðis? Já, það var þannig á tímabili Svo breytist þetta En hvað þá, engin svona söngakeppni og svona? Ég reyndar það verður kannski nokkri sem vel pyrjar út af því að missa Eurovision Við þurfum bara að gera þetta hérna Sem lifa fyrir þetta Ég bara hef aldrei verið mikill Eurovision Egil, þetta sko áhorf Eurovision fær á Íslandi öll þjóðin sem elskar þetta Ekki ár Það er bara en Eurovision vægasagt mjög vinsælt á Íslandi En ertu það hefur verið það, já hefur Eurovision verið eitt vinsælast Ísland Eurovision þjóð Er þetta ekki bara svolítið áramótskaupið á Eurovision? Og við þurfum aðeins að fara hægt að taka úr svona alvarlega vera með aðeins meira flip og aðeins meira svona stemningu í lögun aðeins meira léttleika Þú ert náttúrulega Finnarnir til dæmis gerir þetta helviti vel sko bara alltaf með smá ekki núna þess að fyrra og öðrum með drullund og fyndi sátt ekki Windows 95 Þeir voru ekki þriða næsta það var drullu fyndi þeir vendur með bara með smá húmor í þessu og slá og leta strengi við tökum okkur svolítið alvarlegan Ég heyrði einhvers staðar í spjalli að Pretty Boy Choco væri að skoða að taka þátt á næstari Þetta alveg fyrir landi í þessu Ég peppa það til dæmis hann myndi lífga upp á það Já, svo veit ég veit það ekki, ég veit náttúrulega Netan að hlusta, hann hlustar alltaf sko en ég heyrði að það verði ekki ég veit ekki hvað má segja að það var pælinga í seríu 2 að Æskas myndi að taka þátt í Eurovision og það hefði ekki dottið inn því að tveir í hópnum hefði ekki viljað bara taka þátt í Eurovision yfir höfuð þannig að það hefði fyrir ekki dórs að fullirta þarna í spjalli hjá okkur Það var rosaskittur Það var manure Það sé gossip Þegar þeir ætti ef þeir myndi taka þá það ætti engin breyk í kostni og svo náttúrulega domnend Akkur alltaf þessi domnend Akkur þetta ekki bara vinsælasta lagið fer áfram En burt sér frá sko eins og Egill sagði sko að við erum Eurovision þjóð Við höfum alltaf verið Núna verðum við að taka þetta ár í burtu frá því að þú veist það var að vera sniðgangi keppnina, áhrundi og allt þetta en nú ætlum ég bara að máta þetta eðlilegar kringustæður Myndu þið taka, þú hefur náttúrulega tekið Ég ætla að taka það, ekki spurja hann aftur myndu þið taka, þetta svo mikil vanverðing Ég ætla að fara að segja Sorry með hann Egill Þú ætla bara að verða þetta skammar Ég veist sig Manstu eftir hljómsveitir sem gerði allt vitt eftir 2,5 mánuð Rosalasta bíf í sögu Eurovision og Íslandi Ég myndi eftir þessu öllum Ég meina, ok, þá ætla ég að beina þessu bara Þetta er sama spurning Myndu þú taka afturunni, myndu þú taka þátt í sem að næsta ári Ekki segja að taka þátt, hann er búinn að taka þátt Jú, myndu þú taka þátt aftur Þú í fyrsta Þetta er stemningsgig
Mætir ykkur góðu flipi, gott lag, ekki eitthvað drasl. Nei, veist það, ég ætla að vera hreinskil, ég myndi ekki gera það. Nei. Því að, sko, við komumst, við höfum sungið á þjóðhátíð, 8 ári, 9 ári röð eitthvað og sturlu stemming. Playbackið er helvítið mikilvægt þarna bak við okkur, sko. Við erum stemningsmenn, sko. Við erum stemningsmenn. Þetta er á playbacki. En þú veist að Máttu syngja við playback í Eurovision? Þetta er alltaf bara, þú veist, já, ég meina, þú veist, þú syngur en þetta er bara playback og þú veist með bakara til bakvið sem bakkaðu upp sem þurfa ekki að vera á sviðinu. Þá gæti ég kannski, af því að ég held Þú ert ekki einn með mikrofón bara, sko. Það er nefnilega, það er mikill munur, eins og þú segir, við erum stemningsmenn og alltaf á laugardegi á þjóðhátíð þá förum við á bátinn, hérna útsýnistæmið og mætum fersku, komni 3-4 niður, einn baksviðs áður fyrir á stóra svið. Ég held við getum ekkert verið bara með 2-3 kalda í grænaherbygginu áður fyrir á svið og bara erum við svo let's give them a fucking show, sko. Ég held maður að vera degi og stressi. Ég myndi ekki gera þetta bara eins og það gerir alltaf. Það er 2-3 kalda og við erum að segja einhverja brandara baku og svo mætum við bara svið. Svo tökum við hörluðu okkar og segja let's give them a fucking show. Þú er ekkert allt í hennu núna handandi í breiðboka. Ég held ég er helvítið stressað. Gott að taka gott mökk í Sviss og já, auðvitað, þau unnum. Hvað kom það? Ég hef verið í Súrik og það var gott að vera. Þetta er klálega leiðilegasta segulag í sögu Eurovision. Já, ég var bara, vissi ekki að þeir var að rata mig. Ég hringdi Rikka G sem ávist að vera eitthvað Eurovision sérfræðingur. Svo skulum við hætta að tala um Eurovision. Þetta voru vika síðan og var enginn að tala um þetta. Það veit allt um þetta. Já, hann gaf mig 2 bett, klikkuði bæði. Hann skuldaði mig 300 €. Hann er mannlegur, hann er Richie, sko. Það veit allt um þetta. Ég náði samt eina jákvæða við þetta. Hann var greinilega að fá sér yfir Eurovision því ég náði að pirra hann vel á Messengerunum bara hvers konar skita þetta væri og hann mætti millifæra á með helmingin og eitthvað. Ég þurfti bara að lesa. Náði að æsa hann upp. Ég náði að æsa hann vel upp. Alltaf gaman að æsa Richie. Helviti gaman að það voru alveg brjálaðir þarna. Já. Það var lítil stemning í árdrengir. Það verður að viðurkennast. En við erum með, svaðalan þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að fara í þekkið ekki sko, það er öðru sér, ég fæ ekki stjórn með þessi dag. Þú ætlar að tæma. Við erum með koncept, við erum stundum með reverse roles sem er þetta til lífgöðbátt. Höfum við keppt stundi, ég og þú, ég þekki ekki? Já, það held ég. Þið hafið keppt, sko. Ég hef keppt við Sveppa og ég er ekki þessum að keppt við. Já, þú meinar, erum við að brjóta blað í sögu FNÍ blöð? Gæti verið þannig, sko. Já, máli er að út af því að daginn þegar þið voruð í frí, þá kom King Richie, við vorum að tala um King Richie. Það var með heldur skemmtilegar spurningar um mig og Tatman og þá, ég var að lesa það sem við erum það, þær eru það drullu skemmtilegar. Ég var til að renna ykkur í, þekkið ekki, Richie Edition. Ok, heyrðu, megum við gera eitt núna, því að, þú veist, megum við prófa núna, þegar við erum að brjóta blaðið. Eigum að láta Egil segja okkur núna spurningarnar. Nei, tökum þetta bara þegar það kemur. Alltaf, það er miklu skemmtilega. Ég stjórna þessu lið, sko. Gaman kannski verið svona hlustendur að heyra hvað mun koma. Já, það er ekki gaman að vita það, maður. En málega hlustendur sem alltaf tókumarki þáttinn með okkur daginn. Þannig að þau vita hversu rugglaður Richie er, skil. Ég ætla að koma með nýjan lið sem heitir Ef þú mættir. Hann er svipaður for the rest of your life og þetta er svo sem allt þetta hljómar eins og Rachel hefur sagði með henni lið. Það er alltaf komið nýja liði sem eru samt náskildir og litli bróðir annars lið sem heitir það saman. Já, þetta er samt nýlið. Dröllist ára er ennþá þetta er nýja liðir. Svo getur við verið með næsta lið ef þú hættir og svo getur við líka ef þú þyrftir að hætta einhverju ef þú ættir og ef þú ættir eitthvað hverju myndur þú fórna því það er endalust. Það er nóg framöndan, ég ætla að vinna með ég ætla að láta þess að liði rýma. Svo ætla ég að henda ykkur í King of Summer sem er seasonal kenni. Það er svakalegt. Það komið sumar og þetta er svolítið hver byrjar sumari betur og hver mun eiga betur sumar eins og allt í sama kombón. Ég skilji, þannig að þetta er stóru titill, sko. Ég verði til að vera King of Summer. King of Stalker síðast, var ekki Steindi? Jú, það var ég. Það er Stalkerinn. Herðu, en ég Þú ert búin að slagur í Steindi, þú ert búin að tapa það 3-1 heilt yfir í King of Summer og blöð. Ég reykjaði það komur sér 3-2 þetta. Já, ég er náttúrulega í vetrabarn, ég á fættur í þess. En drengir, það er brakandi fest í Íslands slúður. Já, það var mikið. Ég er búin að þrýsta á þig. Og menna hægja sig. Já, en þú veist, hægja sér, það fer nú eftir ákveðið það er lítið bara. Ég myndi nú ekki segja það endilega, þetta er bara slúður sem ég er að heyra á. Íslands slúður var komið aftur, var 3 eða 4 vikur röð, svo er ekki verið núna í mánuði. Nei, það málega það, þú veist, með slúðurinn, það bara mætir að það mætir, það er ekkit hægt að panta þannig. Nei. Og líka bara það tekur svo mikið tíma, því að ég með svo, sko, inboxið er tróðfullt. Þannig ég þarf að velja vel, þú veist, ég get ekki bara farið og valið efsta. Ég þarf að skoða þetta alveg heilu kvöldstund. Það er sama og ég hef spurt og svara. Það er bara drítast inn með, maður
alveg vesen Ég veit, þannig að maður þarf að skoða þetta skemmtilegt alveg. vesen Hvað varstu lengi að semja King of Summer? Voru það 6-7 tímar eins og alltaf? Ég er bara búin að vera í allan dag að þessu Það er bara hann. Út af því að það sé að gera Það er að renni yfir gamla keppni Passa að þetta sé ekki nákvæmlega eins Það var ég Gerðu alltaf það? Það hljóma alltaf Ég helviti svipaðar Ég fletti öllum upp Já. Og þú veist, og því nenni ekki að fá hostile crowd Eitthvað sendi hörru Gilsetta nákvæmlega sama keppni og örna fyrir 4 mánu síðan Þannig að það gerist ekki Þannig að þetta er glæni Reyndar eru hlustendur okkar á tannum Þannig að Það er ekki lengi að Og spotta yfir, ég er heldur peppaða fyrir Sturlaða staðrendir, átt að vera í síðustu viku, átt að vera í þar síðustu viku, hafa bara einhvern veginn aldrei komið stað, nú kenn ég þeim að, það er bara þannig. Er það sturlaðar? Það eru mjög góðar. Löngu Það eru búin að búa skemmtilegar. það til og Löngu búin að Já, búa það til já, það eru búin að vera tilbúnar í 4-5 vikur. Já, vá. Og Tommy Steindós, ég hitt hann mitt á göngunum minni vikuna, hann spurði mig hvað er að gerast með Sturlaðar, þannig að ég veit að hann verður sáttur núna. Hann er aðdáðandi. Hann er aðdáðandi. Já, hann vill meina að þetta sé virtasti og besti liðurinn. Ég meina þetta er það sterkur liður að Dr. Fútból er búin að stela honum og með hann á föstudöðu núna. Já, hann er það með Sturla Já. Það er svolítið, hérna, við ekki fengið neitt Ég hef ekki fengið hann að milli Er það ekki eitthvað troll bara? Hvað fá ekki kommiss? Það er ekkert, hann var náttúrulega var með mér hérna í blöðgastinni í Það vikunni. hljómar svo troll. Ég sko trollið er þegar hann segir svo er einn hrauseskíkir þá er ég svona herðu hvað ertu að trolla okkur eða? Okkur? Það er mig Það er ekki bara þig. Hann svona, já, ég meina, hann mittist þetta áundaginn Þetta væri, þú veist, svolítið Uppáhaldsliðurinn frá okkur hérna, svolítið og hann gá svona semi-shoutout þar, sko En reyndar má hann eiga sko að spurningarnir hjá hann í Dr. Fútból í Sturlum ég hef gaman að þeim að giska sjálfur þannig að þá veit ég að fólk er líka að giska heima í okkar lið. Liður er alveg brjálæður. Já, rugglaður. Svo erum við með forseta frambjóðendur halda áfram að koma drengir og það er ísdrottningin í dag Ásdís Rán sem er í forsetaframbúði. Þetta er stórt. Hún er búin að vera að hækka í könnunum og Já, hún er með þeim efstur núna. Hún er komin á top 6 eða 7. Mastur langar að spyrja hana Já, hvað dregur hann út í Það eru 13 eða 14 manns í frambúði, sko. 3 vikur í þetta er nægur tími Þannig að hún er að standa sig bara þrjusu vel í þessu. Ég held að sé svo margir að bjóða sig fram til fórseti núna því að það eru örugglega svona 12 ár í að svona næsti hvað situr fórseti lengi? Guðni var þetta bara í 8 ár Mér finnst það Óli var alveg í 12 eða 16 Vigdís líka ekki Persónulega finnst mér að ég bara vera 8 ár. En Bara svo í Bandaríkjunum. Óli satt í 20 ár. Hann er í 20 ár Já. Það er rosalegt Manst ekki í sköpslæðinu 20 Ára á bakinu Já, ætla að rústa að þakki En hérna hann er sko Hann var ég held að hann er þessi 20 Guðni sé búin að vera í 8 Nei, er ekki bara lengur. Nei, hann er bara 2 tíumil Já, ok, mér finnst að það er líka bara að vera þannig. En svo Hann kom líka máttu til okkar í spjall þegar hann var running hann á sínum tíma Já, og spurði hvort hann er fyrir í bikini Skaftaliðin Glemdum að hafa það alltaf núna Hann spurði hvort það er fyrir í bikini En hérna, en hvernig er það? Ég er ekkert segjum til dæmis að hver er efstur eða efst núna í skoðanakönnum? Halla og Kata eru jafnar held ég og svo er Baldur og Jón og Segjum að Halla eða Kata að vinna þetta Heldur að myndi eitthvað bjóða sig fram gegn sitjandi fórseta eftir 4 ár Það er eiginlega aldrei gert, það er ekki bara ástóra Það hendur sér í slæðin Það mætir eftir 4 ár Já. Þegar þú meinar Stá má kjós aftur Já, Já, ég Nei, minna, ef fórsetin er bara búin að vera ef það er ekki búin að vera bara eitthvað risa skita hjá fórsetunum Já. þá held ég að það sé bara, þú veist ég meina, ef hann Þú mátt hefur ekki alltaf gert gera það. allt rétt, þú veist og ef það Gert allt rétt, hvernig getur maður klúra sem fórseti svo er Íslands það sko, Já. meina, jú, ef það kemur upp Þú moment veist að deyja áfengistöði í einhverju matabóði sko. Nei, Það er já, eina sem getur komið fyrir það er myndi ekkert ekki að skipta rýma. neinu máli það Nei. er miklu meira bara ef það kemur eitthvað stórt mál upp og hann hefði kannski átt að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu en gera, ef þetta er eitthvað svoleiðis þetta Já, er hvað er til pólitískt 1 mál eða 2 svoleiðis dæmi ever ég segi það, þetta eru pólitískt mál sko. Þannig að, nei, fórsetin má alveg sopninu matabóð hann sko, það er ekki allir, er ekki stemningsland Ekki eru við að fara að dæma það allavega Nei, Hvað er þrýs? vitlaus ég vil Það er bara hafa street credit fyrir það ég vil hafa mjög alþýðulegan fórseta ég væri alveg til að geta farið á pubin og fórsetin er bara þar Er þið búin að ákvæða hvað það það kjósa getur bara að hitta hann og þú veist, ekkert vesen. Alltaf við varum Alltaf löngu búin að segjast Peppa John Garnar Já, en við varum að ræða þetta okkar maður. Hann alltaf er meistari Já, En alltaf Svo svolítið- alltaf er við svo mikið að vinum hann Svo alltaf Steinun og Steinunn, Ína já, og það. einn af okkur bestu vinur líka Já. Svo finnst við líka fólki sem hefur verið að koma í þáttinn Já. Það hefur alveg stað, veist, maður er alveg hugsað Allir sem hafa komið í spjall hafa hvernig verið að delivera Já. Þetta er rosalega óþægileg spurning af því að við þekkjum bara Það er góði vinnur okkar og 2 góði vinnir í Tveir góðu framboði vinnir og bara fullt af góðum kunningum Já, Þannig að góð fólki. þetta er bara, við könnust við heldur margan þannig að þetta er erfitt að
Já, við bara, þetta kemur allt í ljós 1. júní en við skulum alltaf að heyra eitthvað Ásdís bara að segja, ég held að hún komi hérna 5:30 eða eitthvað en það er bara rock and roll hér í FM 95 blöð í dag og ég er með rosalega slúðupakka handa ykkur hérna drengir eftir, já, þetta hérna lag Veist FM 957 Þetta er þeirra hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, drengir, það er með slúðri, ekki íslensku slúðri sem verður hér setna að þættunum heldur er það bara rakandi fest erlend slúður og ég er með, drengir, góðan pakka í dag Kölkin Nei, en ég er hins vegar með mann sem hefur aldrei áður verið í slúðri í FM 95 blöð og er í hljómsveit sem að já, Steindi bara nýbyrjar að hlusta og ég ætla bara að byrja slúður pakkan á þetta er Gavin Rossdale sem að er, já, forsprakki og söngari hljómsveiturinnar Bush og hann er eins og margir vita, ekki þú Steindi, ég veit ekki hvort ég ætla að vita þetta hann er fyrrverandi eiginmaður hérna Gwen Stefani, þú veist nú hver það er? Já. Vissi það ekki? Nei, þau voru gift og saman í mörg ár eiga held í badd saman nema að hann, ég hef bara aldrei nú er ekki að grínast, þetta er gauður sem ég dyrkaði þegar ég var 14 og 15 ára ég hef ekki séð hann í slúðri sem ég byrjaði í FM 95 blöð fram til í dag held ég þegar þau voru að skilja Það er náttúrulega líka bara ástæðan fyrir því að hljómsveitin er ekki heit sko. Nei, hún er með tónleika í Atlantic City núna í ágúst, það segir sitt sko. Það vorst ekkert á besta stað Og landakvæmst allar að fara, ekki? Hann er eitthvað að spá í það, ég kemst allavega ekki í það Þurftur að googla nafniðansla að finna eitthvað slúður að fara sást Sko, ég ætla bara að tjekka hvernig Ég fer alltaf á stærstu síðurnar Hvernig það gengur á Spotify Ég ætla bara að fletta upp með það En þetta var bara á forsíðunni á hérna einni síðu sem ég fyrir mikið inn á sem heitir Page 6 og sko, þetta slúður er nú samt ekki merkilegt en ég verði að sína ykkur þetta því að hann er komið nýja konu sem að væri nú ekki frásögufærandi nema að hún lítur út nákvæmlega eins og Gwen Stefani fyrirvændi eiginkonans og ég held þetta væri hún hérna, getið sé mynda henni svona aftan á hún er á bakinu á henni minna þetta er bara mesta, hún gæti tekið þátt í Gwen Stefani lookalike keppni og unnið hana Mér finnst þetta svolítið oft hérna með þetta Hollywoodlið þegar það hættar saman að byrja alltaf með svipað útlitandi fólki Ég hef aldrei séð þetta svona Þetta er bara mynda þessu, þetta er rosalega Já, hún er bara nákvæmlega eins en hann er hammingisammakallinn og er hérna með henni fyrir ég er spáðu hvað ætla hann herru hvað er þetta með Glycerine undir? Já, ég er bara álaga að setja, þetta er alltaf vinsæstlega þetta er nummer 1 Hvað er með af spilunum? Þetta er 220M Já, það er svolítið K.O. og Steinda 220M er samt ekki mikið með risa band sko 220M Spotify var ekki til þegar þetta var að koma út sko þannig að það er ennþá verið að hlusta Ég myndi segja að þetta væri góður árangur hjá þeim og svo er það alveg með 142M að fyrir neðan Machine Head þá eða og búið remaster þetta allt saman og það er Machine Head So Calm Down, Swallowed, Everything's In Allt var rosalega lög Já sko ef við tökum til dæmis bara eins og bara Guns N' Roses sem er gammal band fyrir Spotify tíma Þú getur ekki fyrir að bera það sama við Guns N' Roses þá er þeir með hérna alveg töluvert aðra tölur Ég myndi segja að Bush og Gavin Rossdale hefur verið að rota Steinda þetta með 220 miljón höggum á þig Mér finnst bara 220 miljónir hlustana ekki það mikið sko. Ég verð að segja það ekki ef þeir eru heimsfrægir Nefndi bara einhverja hljómsveit ég skal flettinu upp, það verður K.O. Já, þú veist, það er eitthvað svona svipuð út af Bush er ekki Skrifaði Wu-Tang Wu-Tang, já, upp á svolítið þín Þeir voru nú ekki mættir þetta fyrir Spotify tíman Wu-Tang Já, lagi sem er í, veitu hvar fer ég ná Já, þeir eru með 438M Já, ótrúlega svipað En næsta er svo 132 sem er bara, þannig að það er eitt yfirbörðar og svo er bara Bush að pakka hann saman Já, basically Já, þarna Smá K.O. og tegur skellus En allavega þá vitið það að Gavin Rossdale hann er komin að fast með píu sem að lítur út nákvæmlega eins og fyrir hann eiginkonans Gott að hafa bara undir Alla landaköss að fara lazy og fara á tónleikana og mökka sig Ég held hann geti það ekki af því að það er svo margir sem komast ekki Heldur að þú og Rakel myndi að hætta saman Heldur að hún myndi byrja með sköllóttu manni Sko, fyrirhandi maðurinn er sköllóttu líka þannig að hún byrjast eiga tæp sko Já, það er, já, við minna fólk er bara með tæp Já, það er satt rosa skrítið að típa þessi sköllóttur Er það ekki? Nei, ég minna
Þeir eru on tour Hár alveg glata sko Hver er Bose? Þeir eru að rakin, já þetta er bara 2024 tour Já, ég veit það, og þeir eru í Atlantic Þannig að City þeir eru í bara, ágúst. þetta er ekki bara eitt gig þar sko Þeir eru bara Erum við að fara til ágúst, þá langum bara að vita það núna Því að ég veit ekki að fá það Landaköst að stjórna því Já, ég hlakka til að segja Rakel það hérna, svona rétt áður fyrir út í drauminn og þá ætla ég að byrja að fara til Atlantic City í annars inn á árinu. Nei, þetta er ammalegans köst Ég er afhauðsaður sko. Í Hún annars kemur inn alltaf á með árinu líka sko. Aldrei Hún kemur alltaf með held ég, þetta er ammali Festusamlega á köst sko, ég gæti ekki dreigið Rakel inn til Atlantic City. Ekki heldur Þegar Sigur og mætti þetta eins og nema Jesus, hún bara, ég fyrir aldrei að aftur Nei, þetta er ekki fyrir alla. Flesti fara einu sinni sko Já, en ekki við og við ætlum aftur, ég mun potið fara aftur til leysi í samt. Já, en ég ætla að minna á að það eru fleiri staði til Ég ætla bara að minna á það Já, þetta er staður í sók en herru, ég ætla að fara í næsta slúðupakk og ég sagðist þér með góðan pakki dagdrengir Tom Brady Ég held að ekki farið fram hérna einum að þá verið að rósta hann daginn og fór allt inn á Netflix, er þið búin að horfa á það? Ég er búin að segja að búta bara Já, Nei, ég segi bara svona þau podcastur að velta steinu með þetta en ég ekki tekið reynsli ég segi það saman og ég sagði síðasta föstudag, mér finnst þetta gott en aðeins og langt, þetta voru 3 tímar og svo er þetta sem er alveg mátt sleppa að tala þetta mátt vera svona 2 tímar Ég sá líka að þetta var svolítið deep NFL-djókar Þannig að þeir sem eru ekki inn í því Þeir náttúrulega eðlilega fannst þetta kannski ekki droslega skemmtilegt sko Nei, en svona overall, það fannst mér þetta margt mjög fyndið og skemmtilegt nema að Giselle Bundchen fyrir með einhvern og bassmóðir Tom Brady, hún var ekki sátt við þetta róst og sérstaklega þegar þau hafa náttúrulega mikið verið að rakka hana niður og þau eiga börn saman og annað, hún ávist að hafa haldið framhjónu með jiu-jitsu kennarinn sínum og þau eru saman í dag þannig að hún var ekki sátt með þetta og Tom Brady var svona að reyna sleikjana upp í vikunni og óskaði henni til hamingju með Mother's Day síðasta sunnudag og var svona að vonast til að fá hjarta við það en lítið að gera starf þannig hún virðist ennþá að vera ekkert allt og sátt með þetta Heyrðu, þú veist, guys, þetta er róst Sko, fólk þarf þá að kíkja á gömlu rósti og átt að segja á því að róst þetta er náttúrulega góðgerðargík og róst þetta er einu svona ári Nei, þetta var ekki búið að vera í mörg ár Nei, yfirleitt hefur þetta verið einu svona ári og þetta er extremely gróft for a good cause og það er konseptið að þessu þú veist, það er ekki tækt að fara í fílu eftir þetta sko En veistu, svo kom það í ljós að sko, allir miðar sem eru seldir inn á þetta allt áfengi og allt sem er í höllinni fyrir í gott málefni Tom Brady fekk 25 milljónir dala í vasan sjálfur Þetta er þetta góð frá bara frá Netflix Hann mætti ekki eftir partíu Nei, hann létt sér bara hverja Það er samt álfuru greiðsla á Netflix Já, það er Þetta er bara rosalegt sama á Tom Cruise var fyrir bíómynd En talandi hvað þetta er gróft Eitt kvöld, situr og láta gefa sér lestur Já, Þannig að eitt tökudagur Það er lestur það er ímislegt sem maður myndi gera fyrir 25 milljónir dólar 25M Þetta er meðveðar penningur á per sekundu Þetta er bara besta kaup En ég ætla samt aðeins að taka upp hanskapið Giselle hérna því að ég skil, hún er ekkert þau eru skilin, hún var ekki krónu fyrir þetta og svo eigaðu úlingar sem eru að horfa á þetta það voru, ég skil hennar punkt alveg Ég hef ekki séð þetta bæðu, ég veit ekki alveg hvað var sagt Það var líka eitthvað svona gay jokes og eitthvað og ef sinniðinu eitthvað að horfa hvað akkur allar að segja og setja samkjöf þetta er mjög margt þarna svona ef að ég sjálfur með 2 drengi ef að þeir væri átta úlingar, Teddy og Matteo var verið að rósta mig og bara segja ógeðslega hluti og bara fyrir framann, ekki bara alþjóð bara fyrir framann allan heiminn þá skil ég alveg svona kannski rakilegðið byrja Já, ég var að kíkja sá ykkur nokkuð brotur þessu og þá komu líka svona pop-up gamlar klippur og talandi hvað þetta er gróft sko hann hvað heitir aftur grínsið sem var með Kim Kardashian sem var síðast Dave Peterson Já, heitir hann? Já, David Peterson Það var Pete Davidson Það var ekkert eðlilega, þú veist, það var Justin Bieber roast og talandi hvað þetta er gróft sko þá var hann að tala bara hvað pappan sko þú veist, pappi hans deyr í það var slökkvilsmaður í 9/11 og deyr þar og og talandi hvað þetta er gróft sko hann var að tala hvað pappans Justin Bieber er umulegur og bara þetta var umulegasti gæi hann var það umulegur að þegar hann horfir á hann þá var I'm glad my dad is dead hann sagði það og þú veist, til að segja hvað þetta er gróft sko, þú veist, þetta er þarna sko, en djöfull þarf að fyndi En já, ég elska að horfa á gömlu róst, þetta er alltaf skemmtilegt Já, mjög skemmtilegt Spurning hvort að, þetta hlýtur að vera hæsta upp það sem að nokkur hefur fengið fyrir þetta Við byrjuðum að ræða þetta síðastætti, það hefur reynt að gera þetta í Íslandi, aldrei reynt, það hefur verið þreifingar Já, það var margir sem ætla að tjekka á þessu Margir ætla að tjekka á þessu, haldið þetta myndi ganga, haldið þetta verið fyndið og skemmtilegt og vinsælt
Ég held, ég er ekki við Það sögðan fara að vera ykkur með mjög þykkt bak. Byrja að sveppa, ykkur svona gæja sem bara getur tekið öll skot Það er og erfitt að gera grína grínista sko. Það er fyrst eða að vera frekar eitthvað svona stór tónlistum En sem ef við ekki- tölum Bubba, eitthvað svona eitthvað svona svolítið Gott að starta ykkur sem getur tekið þessum höggum. Já, maður þarf að vera með breytt baka og sittur í stólnum. en haldið að það er allt vittlust til þess að því að brandararnir eru mjög grófur þetta kvöld og líka náttúrulega vera að skjóta alla sem er í sófanum og í Þeir salnum vilja meina að þetta ástæðan fyrir þetta var núna en ekki síðust ár er að svona menn þóra að byrja að segja brandarættur. Það er margt af það sem kom fram í þessu rósti sem að þú hefur verið kansilaði fyrir 2-3 árum sko. Bara orðið Grófar aftur. Já, þetta var mjög gróft. Herru, það er loka slúðrið drengir og þetta er eitthvað sem við rættum ekki síðasta föstudag þrátt fyrir að við fórum í King of Stalker og það var allt tengt þessu. Það eru þættirnir Baby Reindeer á Netflix, talandur Netflix að núna er hún sem sagt hinn raunverulegi eftirhellir sem að fóra til viðtal við Piers Morgan sem þú horfður á Egill og það er að verið stórkostlegt en það eru margir búin að gefa Piers Morgan lestur fyrir að fá hana því að hún er þannig að það fyrir ekkert að milli mála, hún er bara andlega veik sko. Já, náttúrulega bara og heitir Fiona Harvey. Þú ætti ekki að vera ekki sérfræðingur í einhverjum eins legum til þess að spotta bara frá fyrstu sekund og hún er að ljúga náttúrulega sko. Já, það er ljótt af honum eitthvað til að vera að ég veit það ekki. Já, ég veit, hann náttúrulega er bara, veist, þetta vinsættu þættirnir og hann er að gefa henni hann að tækifæri að segja sína svara sögu. fyrir sig þarna og náttúrulega en ég held að ef hún hefði sagt bara náttúrulega, við komum hana fram og þá byrjar bara strax að ljúga, veist, ef hún fengið smá aðstof fyrir þetta og ef hún hefði bara í stað fyrir að ljúga eins og þetta er svona gerði Það er erfitt að segja það við veika manneski. Ég veit, en ef hún hefði sagt bara, hörðu þetta kom á tíma, þetta tímabil það sem mér leið ekki vel og þessi þættir eru bara, þetta er ekki með sambúð í dag því ég er bara ekki á svo stað í dag í lífinu og meðan Richard Gadd og Netflix að raka inn á mér ég er basically aðlutur ekki á þetta og ég þarf að fá smá kött sko. Já, sem þú mætti alveg skilja. Og hún fær núna 0 krónur hana og svo þetta, hún er aðaðeld að snýst um hana. Þannig ef hún hefði sagt þetta, bara svo tekið þetta aðeins og kassaður, ég var tæp hérna á þessu tíma staðið fór allt bara, nei, ég sendi 2-3 e-mail og Piers Morgan, 2-3 e-mail 2-3 e-mail og veist þú síðan sagði, þú veist að við getum þetta að tjekka á því hversu mörg mail komu og hann var bara svona, var hann bara geta að tjekka á mailunum hversu mörg þetta var gott TV og þetta, en ég skil punktinn. En hún er loksins að fara að fá penning því að slúðrið er svo ég klárið það. Er hún að fá gas? Hún er að fara að gefa út bók, sína hlið á þessu öllu saman. Eina vandamálið þá bók, allir sem sáðu viðtalið Piers vita alltaf að það er ekkert bara allt líi í þessar bók. Kaupir ekki bókinu Þetta er góður punktur. En ég er að spá eins og það, þú veist að það er verið að gera sjónvarseríu sem er bara byggt á henni og það veit enginn hvað mannskilt er. Nei. Þá er þetta allt í lagi. Hann breytti nafninu. Já, en leið og kemst hérna upp að þetta sé hún og fólk er farið að senda á hana hringin og allt þetta, þá finnst mér alveg hún er bara rétt á því að fá skafabætur. Fans finna allt. Já, fundu náttúrulega bara þetta komst upp á Twitter. Fundu þegar hún var að senda honum þar. Eldsnögg að finna það. Ég hef ekki séð þetta, ég veit ekki hversu rosalega gróft þetta var og svona. Þetta er, þú þarft að horfa á þetta. Þetta er bara En á móti líka náttúrulega hræðilegt að þú veist, nú vita bara einhverju þetta er og svona. Það er nefnilega ekki gott. Þetta er mjög flókið. Og hann, gaurinn, hann er ekki alls saklaus og hann líka, ég gef honum það í þáttunum að hann sýnir allt. Líka bara hvað sem ekki hálfviti hann var og hann gefur sér að lestur líka hana. Þannig að þetta er ekki bara, þú veist, eitthvað svona falleg saga hann sem lendi í einhverju. Hann, þú veist, hann játar á sig að hann var að fíla þetta og einhvern veginn gæti ekki sletið sér frá henni og allt í rugli. Þannig að, já, hún er að fara að gefa út bók, hún Fiona Harvey sem að kalla sig, hún er læriður lögfræðingur hún vil cash. Þú ert alltaf í vesinni þegar frúin er búin að taka þetta því að þú ert að taka þetta á einn heima sem þér á tekur þetta aldrei. Þú ert aldrei að fara að horfa á þetta. Ég ætla að taka þetta. Ég sagði þér daginn, þú ert mikið að ferðast og þú ert að taka þetta í flugvél. Þú ert að fljúa. Hann er sofandi í flugvél. Þetta er reyndar þá hann sofandi hljótandi og eðilgi að flugja fyrir öllum hinum í vélinni þannig að það gerist kannski ekki. Svessi sendi mér samt mynd af einhverju gummigóm sem ég er að fara að panta. Það er eitthvað, hann sagði að hann væri búin að sjá mikið þetta og þetta er eitthvað gómur sem kemur í veg fyrir að tungan renni stóðan í háls eða eitthvað. Það getur ekki með sér business idea.
Sturlaða pæling. Þetta er að búa að geta Það er svo mest annað Ég ætla að prófa Hvað þetta er með þitt version af þessu? Já, ég ætla að prófa þetta En já, það er líka talandi flugvélar og svoandi flugvél Ég held að séu svona 50 manns búin að benda mér á að myndin á okkur í AC er komið 10 likes þannig að við ætlum að spila hrótuvídeóið í næsta stúdíu þetta er blöggastinn Tjöfull er ég spenntur fyrir því maður Þið bara að standa við svona Við lofuðum og Já, Steindi var aðeins komið í þann hann sagði að þetta myndi aldrei fá 10 likes Þannig við spilum þetta En við skuldum auglýsingar og svo hér strax eftir auglýsingar fyrir við í þekkið ekki, Íslensk slúður og spurningakefni Gilsarans, þannig að ekki bara langt Þetta er FM FM 957 Þú ert að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 Kæri hlustandi og drengir, er ekki bara bullandi gýr hér í stúdíónu? Jó, ég myndi segja það Já, allir með Ölsen eins og Hjöpinn kallar þetta og... Já, Bjölla, Bjölli og Ölsen Bjölli er enda hræðilegt Það er að slást svona hvað er svona nýja orðið yfir einn ískaldan, Bjölli eða Ölsen Ég kalli þetta alltaf Leifs Eiríks Bjölli? Sækit Bjölla fyrir mig, Ástin Úff, það er vont maður Notið þið aldrei að sækja Leifs Eiríks? Nei. Opnið Leifs Eiríks, eitt Leif Ég nota bara, herðu hérna væri til að henda með einum köldum Ég held að það sé svona algengast það sem að ég nota Ég segi beer Já. Ég segi stundum heima Ensku, með Það er réttir með beer Ég segi stundum hérna Ásti mín ekki getur nokkuð rétt með eitt leippa Nei. Þá fyrir hún leippa Já, það er Leifs Eiríks Segiru það? Leippi Og okkur er leif Leifs Eiríks, það er flugvöllurinn Flugstöð Og hvað með það með bjór? Þú fær alltaf bjóra på flugstöðu Þetta er miklu verið Bjölli Þetta er versta tenging sem ég hef heyrt á einhverju nafni yfir einhverju bara í sögunni Þetta var hrikalegt Talandi um það, ég er að spája að sækja bara einn leippa Já, herðu Einn Bjölla? Leippa. Einn Bjölla? Þú gætir náður í Ölsen eftir smástund Eða einn beer Við erum að fara í dagskráliðin þekkið ekki Þannig að nú þarf að henda hérna undir Ég fæði að stjórna GTRN og Jóni, talandi um GTRN hún var með tónleika í Hörpu síðast helgið og Sturðan Já, hún er alltaf stullu og sko menni til lukku með tónleikana og netunni líka netunni með einhverja svaða tónleika Netan sko, ég held að Netan sé búin að skemmta bara halvur þjóðinu núna á einhverju korteri hann er búin að sko He's so hot right now Hann er að gigga yfir sig í mæ sko. Já, hann er að taka svolítið mæhjánu núna minni svolítið á Mercedes Club geði ekki að vinna hann Hann er svolítið að gera bara svo Sóli og fleiri gera svo takk svo einn mánuð gigga bara fyrir allt árið rakin cash og bara tætnar upp í loft og Hvað var þetta aftur langt tíðanbili okkur í Mercedes Club? Jú, eftir að fá okkur að það var örgulega svona 3-4 mánuðar gigguð meður okkur sko Þetta var ekki meira, já Þú veist, þið tókum mörgur rosalega giggur til þess að neðst í brekkunni í Bláfellum sko, kostniði brekkunum bara voru við Goddamn show það sko Það er bara þannig Það var alveg sportkoncept, það fara að geta eðlilega góður hugmynd Já. og þá það meistar í spjallleiktum Baldur, fórsetaframbjóðandi, hann er að njóta góðs að því í dag Hann er með hann þar, en já Hver er eitthvað vill fara í Síkó? Ástin er hrein, hendur því hérna undir Síkó og Bjölla úti Herru, ég skal ná í eitt leippa og Steindi ætlar að ná í einn kallan. Þetta kallar þetta einn lepp Já, lepp er Þessi kallar leippi. Það slagast að nafnið Langslagast. Leifs Eiríks, þetta er út af flugvöll Og líka tengingin út af flugvellinu Já, og þú ég færði bara- bjór á flugvellinu Það er ekki fyrst En þú færði líka borða á flugvellinu Vakkur kallar það ekki bara krósant Þú eitt fer leppa alltaf fyrst á loksins Þetta er alltaf, fer alltaf beint í eitt leippa Æ, fyrst farðu út Hérna Maður Þá er núna það- ferði á Jómmunar sko og fer ekki á Loksins núna sko, það er búið að breyta það flugvöldinu Færðu á hvað? Jómmuna, Jómfrúna Kallar það jommuna? Já, svo Hvað er fyrst. að gerast hérna? Það er bara stytting, þetta er bara viðnefnið, svo auðun auði Já, Jómfrúin, Jómman Ég gerir mig grein og tillið það, bara bara eitt ekki- light þetta er bara Loksins ekki- svolítið game over Ekki góða stýtingar En er það ok, fáið ykkur einn lippa á jommunu Nei, við næstu erum ekki flugvöll. bara að segja það Nei. En sko Já, hörru, þú vart með Þú- þetta já, Ég þú var bara vilt- komið í Já, já. stellingar sinna Þú vilt núna, eins og þú segir mig bara, þú vilt taka þetta alveg og þú vilt vinna Þú ert keppnismæður Já, og ég voru tapsár. tel mig nú þekkja Steinda helviti vel Já. Ég hugsa að sé bara Sigrún En við- sem þekkir hann betur Já, þú ættir að, ég veist, þú ert favorite í þessu, það er 100% En ég ætla bara að byrja á að spyrja þig að Blöndal Hvaða hlut, þetta er Richie Edition Já. Hvaða hlut gerur eða hvernig gerur að þú veist að potið þetta mun kveika í frúnni Þetta er þekkið ekki Richie Edition Hvað er svona, þegar þú ætlar að Ég skilji Hvað er það sem gerir svona Þetta er ekkert sexy svar Það er Það ekki er alltaf, það er ekki það sexy Nei, þetta er ekkert Bara eitthvað svara Ég og- rölt ekkert inn á hérna Versace og allt fyrir í gang Ég held svona að ég eigi Það var rosalega svar, svona rölt inn og ég verið Versace sko, allt Já. sem er beint í gang sko. Það myndi ekkert gerast sko. Ég hef sagt það og hún myndi hlæja held ég bara hérna Ég myndi segja að svona það
styrkir gríðarlega fyrir mig komandi kvöld ef ég er búin að vera duglegur á heimilinu, taka til gera allt fínt sko og tala ekki ef ég væri búin að fara kannski og ef þetta er laugardagur eða sunnudagur og hún tekur oftast fyrirvaktina sko þannig ég sef 2 tíma ef ég er búin að fara upp, taka allt til og fara með strákan í svona 4 tíma þannig að hún bara, þegar hún vaknar, hún bara ein heima og allt upp á 10 þá á sjáum sem kvöldi Og líka svo daginn þú varst að móka úti og svona Já, það var eitthvað svona Það er bara svipað, bara, þú veist, eins og það var þegar maður lappar fyrir utan heima niðri, það var allt í einhver svona laufblöðum og viðbjöðar, ég tók það til einn daginn það fór vel í mína sko, þannig að ég það bara einhvern veginn að vera duglegur á heimilinu, þá ég meiri séns þarna Nú eru fórstakostingar framöndan og frambjóðundir eru með slagorð í sinni herferð Já, ég er ekki verið að vera það, hvaða slagorð eru? Svo Baldur og fyrir sig með vinnum saman Já, ástin hérna hjá Steinu, hérna með hjartanu Já, og það er svona, þú veist að greinilega þú veist, það er einhverju gæja baka tjöldin einhverju goddamn expert segir, herru, þú verður að hafa slogan og ef blöð var running hvað væri svona þitt slagorð, þetta er drullu erfitt fyrir hinn að giska sko, þetta mennur komnir, þetta er svolítið bara ég var steindi getur giska á það, alveg saman hvað þú segir, það var snilli Já, slagorðið mitt, ég veit það ekki Nei, þetta er kræfandi Blössastæði 2024 Það er rosalegt Eða bara Blössastæðir, þú meina það rassastæðir eða þú veist Nei, bara blöð, FNÍFN blöð Ó, ég ætla að meina blössastæðir Nei, bara í stæðin fyrir bestastæðir Blössstæðir Það var í samfunni með blöss og hennar marketing hæfileikar kemur upp myndu bakkaðu Já, ég var ekki að meina þetta þannig þetta ferð þú beint í það hérna... Ekki blössastæðir, blöðstæðir eða bara, ég veit ekki Ég held ég væri bara með af hverju ekki Bæta hálnaðar Já Af hverju ekki Blöðstæðir eða af hverju ekki Já, af hverju ekki Já Þetta er góða punktur Já, en það er ekki rúist þegar fólk er að spáða þig fyrir, af hverju ekki? Það er mörg þúsund manns ef ég væri í frambóði sem maður getur komið með ástæði fyrir af hverju ekki þannig að þetta er kannski ekkert sterkasta slagorði Hlakka þetta heila hvað Steindór segi þetta, hvað slagur hann mörg með Hvað er þitt helsta afrek í lífinu og þá má ekki tala maka og barneignir og svo með þess Já Ég vil að fekk þessar spurningar hjá Richie sko, það voru krefjandi, heldur gott að þú ekki vera að svara núna og fólk sé bara eitt bjölla Já, ég er samt ánægur, þetta er ekki allt einhver svona rassaspurningar eitthvað Nei, ég vildi Richie gróður sko Þannig að, hvað er ég stoltastur af? Já, getur hvað sem er Það er örugglega að hafa að lifa á því sem er mjög skemmtilegt að gera síðustu 20 ár pluss Já Það er, ég meina, þú veist, það er ekki allir sem það hennir Nei, ég er bara mann, hvað, ég var rættað í blöðkastinu hvað, þegar allir vinir minni voru í háskóla og ég var að telja skrúður og fannst bara allt í rugli og skammaðist minni í partíum og eitthvað Ég, actually, er náða að sparka einhverju metna í raskati á mér Þú var samt geggjaða vörst starfsmaður Já, það var geggjaða mór alltaf gamaðar en þetta var ekki svona áhugasvið mitt Hvað er konunarna við þig, eins og til dæmis naga neglu, smjatta og svo framvegis sko Rikki sagði okkur það hana hvað er svona hennar, hann alltaf var ekki að keppa á stjórnussu að hann er með sérst eitthvað sem hann getur ekki hætt hann klippir alltaf sér neglurnar í sófanum frá sjónvarpið ekki á baði setur í sófanum, klippir neglurnar spjótast út öll gólf það er ekki það er bara viðbjóð er eitthvað sem fyrir taugaður á konunni sko. ég hef bara sko Já, rót þetta valdi sér ekki búið að setja fótið niður þar Já, ég tók líka eftir þenn daginn Ég var að ræða þetta á Hjöbba og þá í blöðkastinu að ég búin að þekkja Rikka, ég veit ekki hvað lengi Hann kann eða ekki að reyma Hann er rosalega Ég er alltaf að skassa við hann, þetta er ekki skotnir Hann er alltaf reymandi Ég hef spurt hann átt bara hvað reymir ekki eins og maður Ég er ekki vissum að kunni Þannig hér sem bara næstinni spila við Hann er bara að reyma fyrir hann skona Já, ég ætla að kynna allir að reyma sko Já, sérst, og þetta var svo bara hvað Þetta er alveg slattið sko, það er örgulega Það mátt alveg segja að mála koma á gamla góða upptalingin sko og sér er við stuðið og gefur þetta punkt Það er pottitt hvað ég er latur að taka frumkvæði á heimilinu Já, svona í kannski bara svona að gera eitthvað á heimilinu Já, bara hún, veist, búin að setja eitthvað fyrir framan stiga Hún hefði búin að vera þar í viku og hún er basically að telja dagana Þess til ég fatta þetta ég að fara niður Kannski svona bara svona, já, kannski, eins og segir, bara latur kannski að gera hluti á heimilinu Ætla sér ekki bara tætnar á mig líka Þannig finnst það ekki drosalega flottar Bara að segja þetta þannig að segja bara hvað mættir, latur að gera hluti á heimilinu eða mættir taka meira frumkvæði þar Já og eða tætnar á þér Já, þá er aðalega já
Þú veist, að ég er ekki búin að klippa tannlæknar sem ég myndi aldrei gera í stofunni Þú ert ekkert að fara að vera, ekkert að fara að mótilast með þessa tæðir, sko, ekki ólega sko. Ég myndi það samt alveg ekki gaman að þenn Ert þú eitthvað mótilast með þínar? Nei, ég lendi eins og einn gæja sem baðum að stuða og baðum að fá það, en ég held að það hafði nýgrúsundlega, sko. Já, ég held það ekkert, ég veit það Það er ekki eitthvað að halda Það er að finna steindór. Já, að halda er til dæmis, ég held að City verið meistara, sko. Hitt veit ég. Herru, það kom með þér. Já, herru, ég er búinn, það voru bara 4. Ok. Þú ert komin í síkópásu. Já, má allir hoppa þetta fram. Já, mínir. Já. Og alltaf ekki að vinna þetta. Jú, mér langar það. Ég, sko, það ekki. Þetta er líka svolítið gaman hérna að vera með svona twist á þessu. Við erum að taka þetta reglulega, reverse roles, það sem bara tóttullinu ég tekið slúðrið Já. Og eitthvað, skilja, snúið sér við. Það veistlega að vera ekki on the receiving end í þessari keppni, hún er mjög krefendi. Ef við ætlum að henda okkur beint í þetta, Steinþór, Hróar, hvað hluti gerir þú? Eða svona, þetta er beinspurning á King Richie, hvernig gerur það þú veist pott þetta með kveiki frúnni? Það er hérna, þetta er Richie Edition, er eitthvað svona. Nei, það er ekki það sem spurningu. Nei, bara svona, hérna, hvað það er hérna svona, hvað er taktikinn þar? Já, einmitt. Ég sko, hvað ger ég til að svona hitta kofan? Ég myndi segja, sko, það er í rauninni, sko, byttu nú við. Þetta er svona trikki. Það liggur ekkert á, sko. Nei, jú, þetta er alltaf alltaf daginn. Ég held að sé ekkert eitthvað svona. Það er ekkert eitthvað svona. Ég ætla bara að átta með einu ölsun og slaka það saman. Já, það er ekkert sérstakt move sem ég geri. Fattar þú? Ekkert move. Nei. Það er ekkert eitthvað svona, engin setning þetta er ekki þannig. Ég held þetta sé meira svona allur dagurinn svona, þetta er svona vera bara hérna skemmtilegur og hérna eiga góðan dag og koma kannski svona af og til og svona knúsa kissa og vera svona dagurinn í heild bara, ég held að það sé svolítið frekar heldur en að sé eitthvað svona hérna kortir í aðtöfn eitthvað hérna svona allir, þetta er dagskonceptur. Já, þú veist ekki beint dagskoncept, þetta er meira bara svona ég vona alltaf að ég sé ekki að vera steiktur. Ég vona að fólk tengi við þetta. Ég held að það sé meira bara, það er bara búið að vera day of fun. Já, bara búið að vera óksla næs og svona, þetta er svona kannski líka svona, góður eldur og góðan degi. Það er ekki. Ef ekki segja bara til að rammit inn góðan dag. Það er rosa, þegar Blöð getur Blöð segir eftir, eiga góðan dag þá gef ég honum 15 punktar. Já, þú veist, ef þetta er samt ykkur stað þarna þetta er svona, já en sko, þetta var eitthvað óskýrt svarað. Nei, og sko, þú komið að spurningu nr. 2 í Richie Edition. Það eru fórstakostningar framöndan og frambjóðir eru með okkur slagorð eins og Baldur og Félags eru með vinnum saman og svo framvegis. Hvert væri slagorð Steinda ef þú væri running? Þú verður að háka slagur, sko, sem er bara öllum billboards út allt og á öllum herrferðum og bara Steindi Juniors sem kemur bara Revenant Trigger. Hvað í anskotan stendur það? Sko, mér dettur eiginlega eitt í hug, sko. Það er setning sem ég hef notað rosalega mikið gegn tíðina, svona aðlið í gamla dag. Þegar var að byrja að gera sjónvarp eins og vorum að gera hérna gömlu monitor og steindara mokkar og svona. Það var þetta svo ódýrt stöð. Kosta ekki neitt, þannig að ég var alltaf að hringi hinn og þessa og reyna að fá einhvers konar svona þú veist, herðu hérna ég er að spá, þú veist, hérna, ekki getur þú nokkuð lána með bílinn eftir hátti bara því að einhver sem átti flottan bíl nú þurfa allir að standa saman, sko nú þurfum við öll að standa saman í þessu, sko og það var svona það er rosalega slóttur þannig að ég var alltaf að segja allir að standa saman já, fólk verður að fara að hlæja þessu, sko þú veist nú þurfum allir að standa saman þannig að ég ætla að vera með, sko nú þurfum við öll að standa ég ætla að stýta þetta stöndum saman það er rosalega slókan það er ekkert aðeins lélegt. Já, sko, hefur einhver fattað upp á þessu áður? Ég hef veltaði fyrir mér, sko, stöndum saman. Þetta hljómar eins og einhver sé bara notið þetta nú þegar. Já, kannski ekki. Nei, ég ætla svona, einhverjum frambjóðum að sjá. Stöndum saman. Fosseta kostningarna, stöndum saman. Er einhver með þetta? Ég bara, nei, ég syns ekki, bara þú,
annars er Það er lengri góð líkur eitthvað sem er bara að stela þessu annars getur þetta líka sko, nú þurfum við öll að standa Já, ef saman blöð segir annarkvort Nú þurfum við öll að standa saman eða stöndum saman farbúnd Já, svo er komið að því Hvað er svona þitt faglega mat og þitt helsta afrek í lífinu og þá er ekki að tala um maka, badeit og svo frammiðis Þetta er eitthvað annað þarna sem að þú dánaði með Ég mitt eitthvað svona persónulegu sigur Já, bara, getur þú hvað sem er Mitt eftir í hug sko þegar ég hef náð sólóinn í Call of Duty Hvað er í anskotana með það? sem er rosalega stórt Solo-in. fyrir mig sko solo-win Solo, já, betur þú veist Þú samt mjög slagur, þú veist, einn á móti öllum og náður win Það er frábæran dag það bara Já, basically var það þannig að því þetta hefur gæst sko ég Call of Duty? held ég að bara náðu sér sko bara einu sinni eða eitthvað sko ég náttúrulega Það er ekki með eitthvað teimi Nei. Þú varst bara one man Já, Bara svona Rambo já, málega ég er geggjaður í teimi þá er ég bara fít sko því að þá get ég verið Þið er stemningsmaður, já, góður í ég hóp. get verið í runna og ég hef bjargað deginu þar ángrín sko nokkur sinnum ekkert oft en ég hef verið sterkur þar sko kom inn svona sem gott sidekick Hvað drafstu marga í þessu solo-win? Hvernig varstu bara til þess að vera victorious? ekki það marga því að þetta snýst náttúrulega bara að vera bara síðastu sem stendur uppi og þú getur náttúrulega verið í runnanum rétt fyrir utan gassið og hlaupinn og Getur þú verið með snæperinn í runnanum allan tíma? já, og getur verið low profile en þú séð náttúrulega þrengist bara hringurinn og þá er þetta orðið trikki þannig að hérna, en ég hef náð solo-in og allavega einum sem ég mann eftir kannski Það er alveg KO að menn sem segja þessu lélögu gamer já, það er eiginlega ekki hægt sko Ég er að feitum alveg marga gamers þegar segja allir er bara fyrir að bara eitthvað þú slagur gamer svona þegar það er mjög gaman að tala því þannig að þetta er samt að ágjöðu rótök á þann á þá en ég ætla samt aðeins að fá að leiða þetta núna eitt líka bara því að það er margir sem sko segir sér svona lélugur því að við séum spila því við vorum að streyma Þegar við vorum að streyma þá ætlum ég bara samt að minna fólk með það ég var yfirleitt búið með 1 eða 2 rauðins flöskur sem er svolítið mikið magn og ég var líka, ég heyrði eiginlega aldrei neitt í leiknum að því að þetta var fyrir streymi þannig ég þurfti að vera með mækin háan og svona ég gæti ekki verið með leikin í botn þannig að ég var í rauninni svona spilandi á mute búið með 2 það verður að taka eins sko þetta er bara, þú ert bara hörgu gamer já ég segi það nú ekki, ég þarf að fara að spila meira ég hef ekki spilað svo lengi sko, það er bara skammalegt en þá er lokaspurningin, hvað er konunar við þig þetta er King Richie spurning eins og til dæmis að segja svega eitthvað eins og til dæmis að naga neglur eða eitthvað sem fyrir taugarnar og frúnið við þig já þú veist, í rauninni, það er svona spurningin þú veist, er eitthvað ég skil þig já, það er alveg margt sko ég get verið voða þreytandur sko, það er ekki létt að búa með mig sko ég get ekki myndið það getur verið bara heilt yfir þreytandi já, en aðeins að reyna að vera nei, sko, þetta er reyna á þreytandi ég verð að segja eins og það þegar þú ert að teipa póka og tösku og að patta og miðjanótt sko, þetta er þreytandi og það verður öskraðu hvað þetta gera já, þú veist, algjörlega þú veist, en það er ekkert öllu sem myndir sko, sömum finnst það kannski gaman kannski 1 og 1 skipti sko, en að vera búa með svona manni er kannski gaman sko. Ég myndi segja að ef ég þyrfti að velja eitt þá væri það þegar ég fer að svona þefa upp einhver ákveðna lykt þannig að þá kem ég inn kannski, já, þá finn ég einhverja lykt sem er að bögga mig og ég er að leita að henni og Vartu það út um allt hús, bara þefandi öll hotn Ertu það með lyktaskinn eftir COVID eða? Já Ég finn ekki lykt lengur Finnur ekki lykt? Ég veist það er bara lélir allavega Sko mála má ekki gleyma ég fekk Janssen sko ég er bara annarkort sko þú veist vexaði hali eða þú verður bara eiginlega betri maður Þú átt í toppmálum í dag ef að koma þennan blóndi eða nokkuð Já, ég held að segja Allt klár við vorum að velta stein Við vorum lengi Núna veistu bara hvernig er að vera frammi Þú veist þetta það er ekkert gamla hangað að brenda Nei, sko, manni líður líka hver einasta mínúta frammi er eins og 10 mínútur mann er alltaf að bíða bara Nú ertu búin að koma að því já, ég næstu að gleyma hvað spurðir Já, og ég ætla bara ég sé bara að spyrja Við erum að reyfið allt upp Ég ætla að byrja að spyrja Stonefucker Ég spurði þið blöð hvað hlut hann gerir heimilulega eitthvað hvað hann gerir þegar þessu kveiki frúni Já, sko það fyrsta sem kemur upp í
Nei, hann sko Segðu bara málega Fyrst sem kemur upp er alltaf hárrétt svar Circle of Trust Nei, ég ætla að segja þá að það kannski þú myndir sækja möppunans Kitta Brits og skelli í tækin Já, dottin í góðan húmor Ég sagði, þið byrst að ég myndi segja þetta Við þau sækja möppun og skelli í tækið Já, bara eins og við eigum með Ég sagði, þetta er að segja ég ætla ekki að segja, þú vildir ég myndi segja þetta Nei, ég ætla að segja að það sé sko þegar Blöð er bara þegar hann er búin að standa sér bara frekar vel og þegar hann er búin að taka allt til og er svona einhvern veginn bara svona í góðri stemningu sko heima svona nettur og fær sér kaldan og tekur til og hlustar Punktur á Steinda Djöfut var þetta vel lesið Ég hefði samt að gefa þið punkt líka fyrir möppur Ég var gaman að heisvari Já, þetta er bara þannig leikur það Nei, ég er að segja Ég er samt Jackson Þegar ég var í gælla og Blöð var í maður Ég bara hörðu Sett á hann að hatta á þið draslið þitt og út á gólf með þig Það er alltaf að fara að gerast Já, þú veist, Blöð, ég var líka ekki að tala Ég var að tala um eitthvað ljósblátt, sko Ég ætla að segja sama svar hjá Steinda og mottan Ef hann safnar í hormottu og þá kveikir hann í konunni og líka ef hann að drullast til að gera eitthvað ég hugsa þetta nákvæmlega mottan er svolítið key bara vel þykka góða mottu nýbúin að snirtana og hún hefur sagt með það kveikir í henni og búin að pota vel í sig og gera sér alla klára Við þurfum að tala um þetta það kveikir ekki í henni Henni finnst þú sexy þannig? Nei, henni finnst yfarskegg flott Akkurát, það sem ég er að segja Það er ekki allir flottin Er þetta ekki punktur það? En hún kveikir ekkert í henni og sér henni yfarskegg sko Kveikir ekkert í henni Það veldur á hversu mikið stemningi er í núna sko Steindur sagði Hann sagði svona í rauninni þetta er allur dagurinn hjá honum ef hann er skemmtilegur allan daginn þau hafa góðan dag saman hann er af og til að koma svona kissast og knúsast heildardagskonseptið í rauninni bara eiga góðan dag Við erum með sama hann var ekki að segja svona eitthvað hann eitthvað duglegur á heimilu það meina svona eitthvað þau eru að gera hluti saman allan daginn Nei en samt sko það er samt líka Nei sko málega þetta er samt alveg rétt þetta eru litlu hlutinir að taka til eru partur af litlu hlutunum þú veist ég meina ef þú kemur fram og kona er búin að taka allt til og allt ógslag næs og eitthvað, það er alveg ógslag næs Sko, ég ætla að setja hálfa punkt á Blöð og ég sé einhvern veginn breytu eftir í stuði Ég ætla að spyrja bara Blöð núna Ég hendi spurningu á Stóni hvaða slagur hann myndi vera með eins og spurði þig á hvað svona heldur að Stóni myndi Það er ekki hægt að giska á þetta en ég var eitthvað að hugsa þetta fram með seinasti fórsetin það var alltaf seinn Það er helviti skemmtilegt Þetta er það ekki að nota og sérst hérna hægur Seinna og beinn Tímiður, að það ekki rétt Hann var með, þetta er rosalega slagur hjá Stóni Stöndum saman Það er allir búin að vera með Það er bara held ekki búin að vera með Má ég æla bara í tópakið mitt þetta maður Djöfisins viðbjöður Herru, okkur grunna þetta Egil flettu upp, það er enginn með Stöndum saman Þetta er heavy obvious en enginn notar þetta Þetta er það obvious og enginn hefur notað þetta slogan Já, þetta er ekki gott Nú stöndum við öll saman Nei, málið það, ég nota þetta svo mikið alltaf í gamla dag Ég var að segja honum á hann, því ég var að segja Ingi eitthvað Herru, getur að lána mig þetta í töku Nú þurfum bara allir að standa saman, sko Þú notar þetta orðreindar svolítið Ég geði það Þannig að þetta er svona þessi orð En þetta er ömulegt slagur En ég ætla bara að spyrja þig núna Stóni Hvað var slógan hjá The Blonde eða? Sko, ég ætla að fara svolítið núna í, ég held að Blöð myndi vinna smá með Jay-Z Ég held að þetta sé, þú veist, að fara á bestastæði, myndina, auða og allt þetta og þetta sé Guð blessi Ísland Það er rosa slagur líka Þú ert bara eitthvað slagur að vél Já, með af hverju ekki Af hverju, sko Já, af hverju ekki kjósa Framsókn Blöð Það er búið að nota það Blöð Hvers vegna ekki kjósa Framsókn, af hverju ekki En líka Blöðstaðir Ég var með Blöðstaðir 2024 Nei, hann sagði af hverju ekki So basically, why the fuck not Það frekar hafa ennsku Why the fuck not Það er rosalegt Það er ennþá Stóni ennþá yfir það bara á hálfum punkt Blöð, ég spurði Stonefucker hvað hann svona helst að afrek í lífinu er og hvað svona Ég myndi halda að það væri að hann sé að vinna við það sem hann hefur gaman að gera Ég myndi halda að það væri ferillinn hans Hvað er það? Þegar hann tók solo win í Call of Duty þar þegar hann er einn
Ertu orðin bara Þetta eins og að spila við Egil Nei, þú voru alltaf því Þetta stoltastur af því í lífi Hann útskýrði fyrir mig það ég ætla að Það segja er drullu erfitt að ná sóló En þú veist, við erum að En hann tala er ekki stoltar af því heldur en til dæmis bara Steindónum okkar seríunum sínum Já, og bara glemt En- þessu Ég held að Sko- sé með svo hann er með passion En málega það er eitt í þessu Þú veist, þú getur Þú sagði stoltastur af í lífinu Nei, málega Solo þú in í getur Call of Duty. þú getur alltaf, þú getur skrifa stöf og fara út og tekið upp og svona og allt þetta Þú veist, það er ekkert sem stoppar því því En hann taka Nei, solo það geta ekki allir gert það og fengi fólk til þess að nenn að horfa á það sko. Nei, en að taka solo win Þú veist, Já, þetta er- ég er það- bara- Ég nenni þessu grín ekki lengur. það er samt valla hægt Akkurat. í dag Þegar nú er allir orðið svo góður í þessu leik Klárum þetta Ég bara ætla að spyrja líka gerfugendina How difficult is to have a solo win Ég vissi ekki að við verðum ykkur svona Já. gríni Nei, ég er ekki gera lítið úr Þetta þessu er- Ég meina, þetta er drullu erfitt. erfitt. erfitt, sko. En við líka sko skuldum auglýsingar bara löngu síðan Já, Það er já, 20 eitthvað mínútur innan sko Ok, Sko, sko, hvað er elsta afrekja á The Blondale? Ég fattaði ekki, sko, ég var alltaf að fara að segja annað en svo þegar hann var að tala um ferilin og svo þá náttúrulega er það er náttúrulega, sko, ég ætla að segja þegar hérna, nei Hvað ætlaðu að ég ætla að segja það var ljósaperan af því að þó að Gleiftur í trúð hérna rétt Nei, fyrir af því að- þetta nei, Það er bara mappan hann og skipti ljósaperu út sem var sko búin að vera döið í einhverja 5 mánuði og hann náði að gera það Ég var mjög stoltur að þið síðasta fyrsta þegar ég mirroraði sjónvarpi hjá hérna Skara og Telmi, það gata enginn nema ég Það er það þetta er ótrúlegt að þú að ná því Ég ætla að segja að auðvitað sé bara stoltast af þessum þætti Já, þú ert ekki langt frá því að hann sagði bara að hafa lifað á því sem er skemmtilegt að gera og það var í vörð með hlóðrétt og leittist og nú er hann Það var ekki að vinna og nú er hann the tölvuleik. shit Nei, það eru mjög fáið Sagði sem það ekki Það eru mjög fáið sem geta Það eru síðasta- ég get jafnað þar. og skemmtilegt að spurningin Já. Ég ætla að byrja nú sko Stóni Ég skal jafna þetta. Já, ég ætla að byrja á Stóni síðan kemur þú inn og Ok. þannig að Stóni spurðu blöð, hvað er svona já, konunnar hvað er eitthvað hérna já, Rachel, eða blöð Já, þeim, ég ætla að segja að það sé Trúðurinn áfram að blópa þetta Nei, ég er sko í alvörunni búin að vera óvart að trúða sko. Ég er ekki búin að vera að reyna að trúða sko. Ok Af því að þú hefur sagt mér sjálfur bara að þú varst stoltur af þessum í peruna sko. Já, hann spurði hvað ertu stoltastur af í lífinu fyrir utan börni Það er ekki ljósapera eða eitthvað tölvuleikur sko En Hér er hann. ok, þá ætla ég að Þú segja er stoltar til þess að húsinni þínu, sko Já, ég ætla að segja eitt svona Ok. Ég ætla að segja að sé þegar Öddi að hann sé of tímanlega of bara Hann mætir- of punctual að því að Rakel vill mæta rétt rúmlega Blöð vill mæta hálftíma fyrr það sem hann áður að mæta Hann ætlaði eins og að mæta 14 tími fyrir på flugvöld í Króti já Fær það töðunar á Ég Rachel held að það er töður á Það er í töðunar á henni, það er ekki ykk hjá henni Það er alveg rétt hjá henni, en ég myndi ekki flokka þetta sem ykk hjá henni Ok, það var þetta gott svar hjá þetta og ég geti mér ekki gefið þið punkt Já, Og þetta var ekki langt frá þér Þetta blösaði sko bara þegar hann er svona í rauninni latur að gera hluti á heimilinu eða að mætti að taka meira frumkvæði heima það er svolítið fyrir töðunar á Og tætnar á mér, Rick segjum bara Tæknaður Já, Ég er ekki búin að klippa já, hann tætnar það er hrikalega tæð Já, sko. það fyrir maður skapar En hörru, þá getur blöð, hann getur verið stólið þessu Já, við Hvað stóðum er- í aðtefni þetta eru hrótur, svitalikt Herðu, ætlaði að hefna þér á nöppinu núna Nei, þú hrýtur rosalega, það hlýtur að vera Þetta er ykk ekki hjá góð henni auglýsing fyrir stóni, hrótur og svitalegt En sko. byrju, en Ég er ekki að reyna að Nei, fyndi nei, nei, nei. Jú, Það hlýtur að vera ykk hjá henni, hróturna hennar en Fjandinn það hafi er það svitalitin Akkur þú komið hana núna Sko, Þú þarft ekki að hefna hann þér, sko. lyktar alltaf svo blómin eða fyndi, sko. Ég má eiga það Þetta finn ég ekki lykt sko Ég það er lykta eftir COVID-in. þér Ég lykta alltaf þér Já, ég ætla að segja Nójan og Nójan í honum og hérna hrótur og seinagangur Sko, þú varst lykt var koncept sem þú varst með hana en það er ekki svitil, hann á til heima að fara að þefa upp eitthvað lykt og fer hann heim, finnur þess að lykt þetta finnur lyktin þetta, það er út um allt hús Þetta er stygg. að þefa eitthvað, Þetta er Nójan. að leita að einhverju lykt þetta er Þetta er Nójan Hann að tekka á gasi og eitthvað, verður hreinskilinn Ertu ekki að tekka á gasleika Nei, og- ekki að tekka á gasleika Það gerur alltaf að vera út heima höfð Tekka alltaf að húnana og gasið og Já, ég er ekki gasi doppelcheckar gasi, það séu örugglega loka Ég fyrir er ekki með neitt gas heima hjá mig bara Er ég þarf að Þetta var spila þig 1-1 bara það vann enginn, tapaði enginn, allir léttist Staðpunkt í lokin og 8 Já, fá þetta var vel 2-1 tölvuleikur þarna. Við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan Tjóðvel getum við maður að Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Pældi þeirra hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 Það eru 3 í gýr Hér á FM Hér á FM Rossaflöta 3 Aðal útastöð landsins FM 957 að gera allt vittlust En drengir
Áður en við förum í Íslensk slúður sem er hér rétt handa við hotnið, þá ætlum ég að fara í nýja liðin og hann heitir Ef þú mættir. Þetta er sprungun nýtt, þetta er kannski minnir á einhverja liði, svo ég rætti þetta byrjum þáttar. Ekki láta Steindór bara skjóta á þetta. Þetta er glænýr lið. Þetta er glænýr lið. Akkur erum við hættir að gera trailera? Nú getur við verið með einhver trailer. Ef þú mættir. Ég myndir aldrei hafa hann svona, en ég var alveg til að hendi einhvern rosalega trailer. Ef þú mættir. Þetta er síkalug trailer. Hver er svo besti? Ég það Já, hver er svo? Ef þú mættir. Við þurfum að gera fyrir trailer. Sammálaði það. Strákar, við verðum að gera eitt núna. Af því að það er komið pressa á þetta fyrir löngu síðan að gefa út hver er svo besti 2024 version. Þannig að þú textin helst en við Það þarf að bæta eins við lagið, það er svo stutt. Já, en mér dettur í hug sko, þetta sé smá djöfla fílingur í þessu líka, þú veist, hver er svo besti? Rosa rödd þarna. Þetta er svona hver er svo það byrja sann sko, hver er svo besti? Er það Nei, það er að guð. Ég er ekki að fara að breyta þessu eitthvað djöflalag. Nei, Má ég bara gera eina útgáfa þessu leik? aldrei, ég mun syngja þetta sjálfur. Ég kem bara og speildæðin fyrir þig. Ég ætla ekki að fara að láta Afa sko, fylgjast með þig, taka þetta lag og eyðileggja. Þið lagið okkur Afa sko. Nei, Þú snúa sér í gröfinu og þú verður að breyta þessu þetta viðbjörn sko. Það er ekki að gera hana það. En eru þið tilbúinir í hins splungun nýja lið ef þú mættir? Ok, fyrsta spurning, hún er svolítið heavy. Ef þú mættir breyta einum atburði í sögunni, hvaða atburði myndir þú breyta? Í bara stóra saminginu? Já, bara þú mátt velja eitthvað sem að þetta má vera nátengt þér eða bara í history of the world. Já, sko, það væri náttúrulega svona fyrsta sem að þetta í væri gaman að það væri til dæmis ekki stríð. Já, það er svona fyrsta sem poppar upp sko. Þú getur bara að tekið út eitt stríð. Þá er það náttúrulega bara Það var rosa gaman sko. Já, þá getur þú bara breytt einum atburði. Það er fyrst að vera seinni heimstyrjöldin eða fyrst að vera, þú vorst að segja hvað, þú getur ekki tekið bara út all stríð. Já, ég skil. breyta einum atburði. Ég veit, mætti það vera bara, já, ég meina, þú getur sett alltaf bara Þú getur sett bara það Sergio Aguero og skoraði fyrir City á lokamínútunum þegar þú varst í koma þarna. Já, Megum við ekki að taka út svona alvarlegt svo. Takk út stríðin og það segja bara báðir að Ok, þetta má, ég ætla að fara með nýja reglu, þetta má ekki tengjast einhverjum laga sem sagt eitthvað degi. Já, ég segi það. Já. Shit, þetta er samt Og ekki heldur líka að vera eitthvað svona alvarleg veikindi eða eitthvað. Já, bara Þannig fáum svona eitthvað aðeins léttar að svara. Það er ekki skemmt þáttur? Já, bara við reynum það. Breyta ykkur í sögunni. Hvað varst þú að tala um? Fótboltagur? Nei, blöð byrja að tala um það sko. Ég er alltaf að hugsa sko. Hvað var það? Fuguela að skora? Hann heitir Aguero. Fuguela? Hvað þetta er ekki byrjuð? Nei, ég er alltaf að vera. Hvað gerðist einhvern tímann sem að saug og ég óskaði þess að eitthvað annað gerðist. Þannig að Eurovision geti verið komið sterkt inn. Já, hörðu, að ég hefði pakkað saman Friðrik Ómar í Smálend. Og þú hefði farið út. Það er enda ekkert eðlilega gott svar. Með Mercedes Club. Þegar þú segir það. Já. Og ég farið til Serbíu. Var þetta í Serbíu þá? Já, ég hef bara farið þangað og við líklega enda í topp 5 sko. Ég hugsa að ég er tilbúin með svar. Ég hugsa að ég hef ekki elt ráðleggingar Egils í hlutabrifum. Það er þetta rándist svar. Láttu þau að eiga sig. Já, ég meina Það er samt þetta sé langtíma plan. það væri betra fyrir budduna í dag. Það er bara gaman að sjá hvað þú segir að samast í 10 ár. Já, Ég veit ekki búin að negla þér út. Svo má ekki gleyma því strákar að ég er náttúrulega kiftið þarna gamebref á sínu tíma sem Já, við þurfum að fara við stöðuna það. Hún er ekki góð. Það var eitthvað sem bara var eitthvað skemárist og tók allan peningina því að þau eru í nullið. Sko, það er eitt bref komið í 0 eitthvað, það er rare tala en það er sko, það má hættur ekki gleyma því drengir. Ef þú ert að fara að investa í geimnum þá þarf það að gefa sér 10-15 ár. Þetta er langtíma plan. Það er langtíma plan sko. Ég ætla að segja Hyundai Coupin en ég myndi ekkert skipta honum út. Ég lærði svona ekki að þeim. Þannig að ég veit ekki það var góð leksía. 100% lánið þar. Herru, ef þú mættir bara hlusta á einn tónlistamann, þetta má vera hljómsveit, tónlistamaður, tónlistakona, hvað sem er það sem eftir hvað er fyrir valinu? Með bara hlusta á þessa hljómsveit. Þetta er drullu til mig, ég hlusta á allt. Ég hlusta á, ég er Silindi Jón aðdáandi. Ég hlusta á raftónlist eðlilega, techno og það var bara eitthvað playlista sem bara það er ekki einhver eitt artisti þar. Nei, þegar þú tekur bara svo margir menn dæl út lögum þar nefnilega sko.
Og svo ég líka náttúrulega þú veist, var svo blöð maður var Guns N' Roses og Metallica aðdáandi hérna einu sinni og þú veist að ég sko þetta auðvöldar að við steinda, hann hlustar ekkert á allt saman hann er bara rapper, búið Já, og náttúrulega ég hlustar mikið á íslenska tónlist sko Er þetta Íslendingur sem upp á valinu á þér? Já, ég myndi alltaf Ok. Ég hlusta mjög mikið á íslenska tónlist sko og jú, og náttúrulega mikið Hvaða Íslendingur verður fyrir valinu á þér? Ég held að ég er nú að vera Bjartmar Já, Það það er létt svar þér Ég spila hann mikið Þetta verður heima King Bjartmar. Já, sko það er spilað mikið tónlist heima mér Við erum ég er með svona Bluetooth hátalara Má, töf Já Ég væri reyndar hann er orðið rosa lélugum maður Já, við getum þetta að heyri í Oregon Já, við getum þetta að heyri í Oregon sko til að fá okkur alveg græði En ég hlusta, það er alltaf á mótnana bara, þú veist, yfirleitt á mótnana og svo, og helgar er þetta allan daginn og þetta er alltaf einhver tónlist sko. Það væri Bjartmar þér Egill, þú verður að velja eitthvað Já, ég þarf að hafa eitthvað stemningskonseptið í gimminu sko alltaf stendir ekki í gimminu, hann tengir ekki við það sko Þannig ég þarf tempo þegar að hlaupa inn í stiganum vera dettinu döðu þar þannig að ég set bara á þetta er Tiesto eða ég set bara Klaas félaga minn því hann gefur út 1 lag á viku þannig að ég er alltaf með fresh shit Klaas verður fyrir valinu á þér Þá er það síðasta, þú mættir eyða við höfum oft farið í jam eða einhverjum og svona þannig að þetta er kannski svolítið gefið ég veit það ekki en ég hafði þetta með að þú mættir eyða heilum degi með hvaða einstakling sem hvað er fyrir alveg, þetta er ekki eitthvað að fara á jammið bara færð heilan dag með þessum einstakling Þetta er rosalegt Þú mættir, Ekki bara skrall, bara day of fun Já, það er alveg munur að fara á jammið með einhverjum með að eyða heilum degi Ég myndi velja Arnold Schwarzenegger Já, ég gruna Við getum tekið í gimmið, fengið okkur steik og steinum og fyrir mig í mansion í pottin það var sér vindil eina sem ég ætla ég bara er mikill auðvitað steindi alltaf bara það svalur hann getur reykt vindil ég þarf að læra það fyrir hittingin ég þarf bara kennslu það er ekki hóstandi svo auðvitað Nei Hvað tekið þú? Ég held ég tekið Obama Já Segðu það, við minnst það svo salum Já, en myndir bara eitthvað nenn að hanga með honum endalist Já, bara spjalla við hann, 100% Ég myndi að velja Jim Carrey Já, þetta var, hjá mér var þetta Obama, Ricky Gervais Það er ekki leiðilegu dagur heldur sko Jim Carrey man Já, þetta er, þú veist, Chappelle væri geggjaðurna líka og fullt af liði sko Þú væri comedians Ég væri til í að fara að hitta Jim Carrey og líka heyra sko, hann er mikill pælari sko gaman að svona fá að lega honum að ranta eins og við værim í pottinu með rauðvín og hann að ranta eins og Þú setur reglulegna á grammi hjá okkur spjallið, það er eitthvað svona pælingar sem að þú setur eitthvað ríl af, þannig að það er svolítið algoritmið þinn, það er eitthvað svona pælingar og hann er mikið í því, Jim Carrey Eina sem ég sé er bara, ég náttúrulega er að fæ rosa mikið AI núna sko, ég náttúrulega er með AI á heilanum sko Já, það er ekkert verða ef algoritmið er bara eitthvað svona flotta pýjur sem betur verður ekki þannig Nei, það er alveg bara einhverjar vélar Þetta var hinn nýju liður ef þú mættir drengir, slagan ekki Var hann of líkur eitthvað innu? Nei Hann er bara skemmtilegur Þetta er ekki svona harður Frábæra liður Það er komið til að vera Já, það er komið til að vera talandum frábæra liði við hér eftir smástund förum við í Íslenskt slúður í fyrsta sinn í langa tíma það var með comeback, svo hefur það ekki verið í nokkra vikur þannig að fara að dusta rikið af slúðrunu Steindi, það er næst FM 957 Það held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 á, já, ég ætla að segja bara fallega föstudegi, drengir það er Nei, það er nú kannski ekkert nóg framöndan það er fara að síðan setja hlutan hjá okkur en við erum að fara í Íslensk slúður og svo er forseta framtíðandinn Ásdís Rán Ísdrottningin, hún er rétt og komin hann verður fínt að lera hana við erum búin að fá Götu Jak, Baldur við erum búin að fá Jón Gnarr, Steinunni við þurfum að fá sem næsta það var gaman að sko, Halla var fyrir norðan, hún ætlaði að koma líka en hún var fyrir norðan, Halla Tómasar já, og Halla Hrund, hún kemur til næsta fyrsta og svo var gaman að fá Ástór en það var líka bara þið með að hafa sama dög það má ekki gleyma King Ástóri Nei, en ég meina hvað er mikið marga þetta inni hérna áður en þetta það er bara næsti föstudagur síðasti fyrir kosningar við getum ekki fengið 4 manneskjur Nei, það er helvít erfitt en Egill vildi meina að ef Íslendingar fara eftir consistency þá vinnur Ástóri þetta já, meina, svo getur kannski ekki consistency, það er ekki King það er King svo getur hann gefst ekki upp það er bókinn eftir henni mestar þannig að renni hana svo getur kannski einhver komið líka í blöðkasti já, getum fengið kannski eitt þar en það er hins vegar komið að dagskrárlið sem heitir Íslenskt slúður Stefán Hróar þú sér alfarið það já og alfarið sko þú vil að það komið fram
Þetta er alltaf hans ábyrgð. Já Gamla slúðir líka. Er eitthvað að hægja sér? Ég er að leita hérna sjá. Hvað er að leita meil á niðurinn? Ég er að finna hérna eitthvað meil sko. Hversu mörg meil er? Hverjir er að skipta á sig núna? Þetta er svalegt meil, heyrðu. Það er Ásgeir Kolbeins. Það er Þetta Ég bara Júróspartí, það er bara viku síðan. Sko, málið er að það er ekki allir sem vita það að Ásgeir ætlaði að bjóða sig fram Til fórseta? Já. Þetta hefur rosa. Hann ætlaði Ásgeir Kolbeins running. Já, Það er grjótast. Það hefur gaman í The Debates. Það var hann að og hann væri bara flottur í þessu sko. Já, topp maður. Já, og það munaði sko, málið er að hann byrjar sko fyrst byrjar hann bara í ykkur svona djóki sko. Já. Og svo fer hann að hugsa bara, heyrðu, ég er bara með hluti sem mér langar actually að gera og fór að hafa rosa metna fyrir þessu. Og það munaði 36 atkvæðum að Kolb hafi verið með. Já, náði hann ekki 1500. Nei, það var basically 36 og það var Vesturlandið. Það vantaði 36 atkvæða Vesturlandi. Já. Þá hafði hann bara verið með sko. Og það er svolítið gaman sko, því að hann var komin með rosa campaign sko. Og fór það alveg fram hjá manni? Nei, því að hann var ekki í rauninni byrjað að auglýsa það. Já, ok. En hann var hann kom með koncept. Hann var komið rosa koncept. Hann kom með rosa, ég séð PDF skjalið. Það er rosalega flott unnið og grafíkin og photoshopið og þetta var rosa fagmannlegt og krúið í kringum hann hefur greinlega verið gott og tæknilegt og sko það eru alltaf margir sem er að keyra til dæmis eins og Ástóru að keyra á frið og sögumir frambjóðandur eru ætla kannski að taka einhverja afstöður í hinn og þessu, sögumir ætla að vera slakari og vera bara neglis í þjóðaratkvæðagreiðslur og hvað ætlaði Kolbarinn með? Sko, Kolbarinn er nefnilega, hann var eiginlega ekkert mikið að snert á þessu málum. Nei. Það sem Kolbarinn, hann stóð bara fyrir einu og slagurinn hans var basically hitalaust Ísland. Hitalaust Ísland. Landið er því hitalust. Já, en ekki, ertu ekki að tala bara fólkið þá? Já, sko. Ertu að fara aftur í þetta rassamælinga? Nei, málega er að það er svo margt sko, það er svo margt að því að sko, hann er að hugsa ferðamannaðinn og hugsa þetta alveg þar, því þá er þetta í rauninni örugasta landi í heimi þegar að kæma pestum. Hvernig alltaf það er frábæra auglýsingur í Íslandi og veist bara að fólk er ekki veikt hérna. Pæli hvað þreytt að fara til útlanda eins og núna. Hvað ætlaði að drepa þá sem fengið hitta þá? Nei, bara eins og núna, bara við fórum til Atlantic City og ég kem heim með pöttu, Hugi kom heim með útbrott. Já, hann vildi ekki vera með að ræða það. Nei. Skiljanlega. Já, auðvitað ekki. En þú varst búin að segja það. Fórum við ekki í þessu daginn? Það var bara ekki blökastur. Það var í FNÍ. Hægt að tala um það. Sleftu því að koma sér á mig sko. Þú talaður um þetta. Þetta sé að skiptir svo byrja að tala. Já, skiptir ekki máli. Þetta buksuna kláða baki. En hér sko, þetta er bara einskot. Hitalaust Ísland. Engar niðurstöðu fundist við hitalaust Ísland. Hann var í þá með þetta slókan. Það var engjör með þetta. Við stöndum saman. Glæný. Sko hann er örugglega búin að kaupa sko heimasíðuna rassamælir.is. Hvernig ætla hann að gera þetta? Á það. Varum við bara drepin og fara hitta? Nei, drep? Það er auðvitað laust, það virkar þetta ef þú ert bara hitta og drepin. Það sem hann alltaf kiptur umferðarlega í kvelli, sko. Sko málega er að hann, pælingin hans. Er ekki krakkiðin alltaf með hitta? Sko málega er að það kjaftaðir í gangi. Sko pælingin hans var að hann ætlaði að rassamæla heila þjóð. Og hann var búin að áætla að tækja ykkur 4 mánuði. Og hvað ætla hann að gera við þá sem fengið hitta? Já sko þá eru þeir náttúrulega settir til hliðar bara eins og í COVID, bara í sóttkví. Hversu lengi þetta rassamara 400 manns? Sko hann ætlaði að safna öllu saman upp í höll, bara eins og í COVID. Já, svo mældur bara þangað og mældur? Svo ertu bara mældur og ef þú ert bara með einhverja kommur þá segir hann bara, farðu heim, taktu 2 daga heima bara slaka á en ef þú ert bara með hita, þá er það kippt í hliðar og þá ertu bara geimdur þá út orðin hitalaus. Það er það sem er gert í dag, ef fólk er með hita þá er það heima á sér og fer svo í vinnuna þegar það er búið að jafna sig. Já, en hann er að útrýma þessu alveg. Kannski eru sömur sem eiga að vera heima en eru sem ekki fara svo að flakk. Já, það er eitthvað rosa refsing við því. Ég er aldrei heima veikur, ég fer bara út um allt. Já, þannig að ef Kolb var í fósetti þá var þú farið í fangelsi. Já, heyrðu,
Það væri reyndar Já, svona að þú ert að semja þetta á staðan einhvers þér Bættu því bara inn En ertu bara læstur inn í segjum Það var þung refsing fyrir að mæta með hitt ykkurst Er það bara kastar einhver gám og það er bara lokað Já, í rauninni Og það er bara, þú veist, hann er basically það sem Það er heldur hart, það er svona kínafílingur í þessu Það er læstu fólk inn í COVID Já, en sko En málið, það má samt ekki gleyma því strókar að hann er líka svo góður að kissa enni Hann finnur, þú veist, ef þú ert eitthvað slappur Hann góður að kissa enni Já Finnur hann, þú með hitta, hann kissir það renni Já, þú veist, hafi aldrei kist enni Tjekka það á bönnunum Já, hann er Aðalega á þeim sko, ekki mikið að kissa enni og random fólki Nei, en hann er Ég ætla að byrja því alltaf þegar ég hitt eitthvað Ég ætla að kissa enni Skrítið Þú veist að hann er bara að gera það í mörg ár Alltaf hann tekur alltaf utan á fólk og setur varið á enni og aðtúa bara svo hann sé ekki í ykkur hætt að smitast líka En hann er álega það sem er að gerast með hann er góður að kissa enni Þannig að hann tekur raunni varir á enni á fullt að lið og finnur strax bara þetta er 36-8, 36-9 þetta er 37 en hann er kannski líka þreyttur og eitthvað svona Bara að kissa enni það Já, en leiður hann finnur bara þetta væri bara guld á mæli Þá er sko Ennum að finnur að fólk er eitthvað svona smáveikt Ekki mikið Heldur hann kannski baðar af fólk eða? Er hann eitthvað í því eða? Nei Það er eitthvað smá skítuður glöð En hann baði fólk Það er ekki bara að fara í næsta móla Nei, sko Var það bara kolpið? Nei, en sko málega það sem ég ætla að segja ykkur Þetta er svo Það er margir ekki eðalega góð hugmynd sko. Nei, sko, viðbjóðslega. það sem hann er búin að gera Hitalaust Ísland. Já, það sem hann er búin að gera núna Hann er búin að sem sagt, kaupa svona rassamæli Það er rauninni var partur í að hannan Þetta er rassamæli sem er á langri stöng Þú veist, það er risa stöng Margir í einu Já, og það eru 7 mælar á endan Þannig að hann getur rassamælt í rauninni Nánast heila svona línu af liði bara Eða þá fólk í Laugardalshöll Halla sig fram að handriði, 7 saman Og kolbari mætir og rassamar allar sama tíma Já. Og sér bara, það heyrist Þá næra þetta heldur mörgum og þetta er gott tempo Og hann er með skjá í skaftinu sem hann heldur í Þá sér hann þar eru þeir búið að brjóta með mælana niður og sér hverju allir eru Já, og veit. Það er gaman að heyra hann út á þátt okkar svona vaksa og froskast Veit með hitta, er hann þá bara dregin í burtun í gáminn Já, ekki, sko Spriklandi öskrandi bara. Nei, ekki með gáminn En þú veist, það er enginn tekinn bara hendin í gáminn og kveikt í, sko Þetta er meira bara, hann er bara sendur heim og er undir eftirliti Ásgeir Kolbeinsson, hitalaust Ísland Þetta er rosalega En málega er að það er búið að banna hann á Facebook núna Nó af því að, sem sagt, hann alltaf gáð bæklingin og allt þetta sem var gott að blessa en svo var hann búin að gera, sko, vídeo það sem var verið að rassamæla og að mikið nota klippunar og Outbreak og þessu dóti, sko og hann var í rauninni búið að kötta hann á Facebookinu Sökkuberg vill ekki eitthvað, það er ekki tegum eitthvað rassadóti, sko Nei, hann vildi ekki svona rassamæli Eru fleiri mólar, Steinþór, sem á Þetta er eitt besti mólusjóður Þetta er Ásgeir Kolbeins, hitalaust Ísland Rosalegt 2024 36 atkvæðan frá þessu Já, en hann gæti líka, ef hann myndi ná, sko, atkvæðanum þá hefði hann getað farið í kampæni sem hefði virkað, held ég, sko Þetta er flott kampæni Þetta er besta kampæni, sko Sko, jú, ég er náttúrulega svo er náttúrulega bara okkar besti maður hann er ferskur Siggi Hlöð Ég ætla að þurfum ekki að nefna ykkur nöfn, sko Þú okkur má ekki nefna hann á nafn Þú okkur má ekki segja að hann sé ferskur Já, hann er ferskur Já, þú varst að tala um hann Já, og bara hann er, já, bara í gýr Slúrið að hann sé ferskur Hann er ferskur Já, bara því að það hefur verið eitthvað Það er gott slappur að vita sann bara, maður fyrir þá góður inn í helgina Já, hann er ferskur Setnum mólinn þunnu, voru þetta 3 eða? Nei, þetta voru eiginlega bara 2 Þetta voru bara þessi 2 Við þökkum fyrir það Gott að hérna Siggi sér ferskur og Ásgeir náði ekki í fram Ásdís Rán, hún er komin hérna fram Já, fáum hana hérna í spjall eftir smástund Þetta var Íslensk slúður og já, Kolb var tæpur á að fara í frambóð þegar maður Það verður gaman að hafa með Topp tónlistarstöðin FM 957 Fæltið þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, við erum ekki bara 3 drengindi núna, það er komin góður gestur eins og, já, glöggir hlustandur FM 95 blöð hafa tekið eftir síðustu vikur þá hefur verið að fá forseta frambjóðendur til okkar í þáttinn. Drottningin sjálfur mætt Ísdrottningin er mætt, þetta er ekki fyrsta sinn sem hún kemur í FM 95 blöð, þetta er fyrsta sinn sem hún kemur sem forseta frambjóðendur. Verður velkomin Ásdís Rán. Takk kærlega fyrir. Fyrsta spurning er alltaf bara, hvernig ertu? Herði, ég er bara mjög góð. Já. Bara, ég get ekki kvarta undan einu. Nei, ég bara segja það. allt upp á 10. Já, ég meina, þetta er náttúrulega, þú veist, við erum í keppni, sko, þetta er krefjandi. Keppni, já, forseta. Forseta keppni. Þetta er svona eins og svona mini-Eurovision. Já, ég ætla að fara að spyrja bara, hvernig er þetta búið að vera? Herði, þetta er búið að vera rosa krefjandi. Ég náttúrulega bara hendi mig svolítið út í þetta, svona
hendi mér í köldulaugina eins og má segja án þess að hugsa neitt út í það að ráði. En maður spyrja af hverju, hvað fekk til að taka þátt í þessu? Ef þú vilt fara alveg svona í smá atriðin þá var það út af því að ég var að fara að taka upp sjóðstátt með sagafilm og það átti að vera raunveruleika þáttur og ég var að fara í frambúð. Já, ok. Þannig að þetta átti að vera bara svona eitthvað grín. Þetta var sem sagt bara framleiðsla á sjóðsefni, átti samt að geta að vera grín, þú veist, ég ætlaði að fara í frambúð en ég hefði kannski ekki gert það ef ég hefði ekki verið með sjóðstátt. Og er það að taka upp þátt núna? Nei, svo hættu þeir við bara á loka bara deginum bara, og ég gati einhvern veginn ekki hægt við. Þannig að ég bara svona ég lendi í frambúði sem var náttúrulega svolítið skeri út að ég er bara ein hinn eru náttúrulega með risa lið á baku sig. Ertu ekki með einn svona, hvað segir maður, kosningastjóra? Nei, systir mín hún er lögfræðinemi og svona búin að vera mjög aktív í kostningabaráttunni og hefur tekið svona. Þannig að þú varst svolítið svona eins og segir bara ein á báti? Já, ég er bara eiginlega ein, þannig að ég er ekki með neitt lið á bakum hérna. Sér eftir að fara út í þetta? Nei, alls ekki. Alls ekki. Mér finnst þú vera samt með rosa stuðning. Ég er með rosa stuðning, ég finn fyrir því. Ég fór sko Þú komið alveg pínu óvart. Já, sorry. Takk fyrir stuðun. Nei, það kom mér líka óvart. Þannig að þetta, við skulum bara segja það að þetta hafi örugglega komið öllum óvart. Ég fór til dæmis niður í bæ bara síðust helgi og ég þurfti bara, það var eins og ég væri bara Michael Jackson bara upprýst. Helga, eftir að djamun og segja aðkvæð? Ég ákvað að pröfa þetta var eftir kappræðinnar, það voru búin að svo seint sko. Þannig að ég ákvað að henda mér í bæinn að fara í dinner og það ég var bara í vandræðum sko, ég hrökklaðast heim. Það er bara þannig. En ég meina líka alltaf gaman fyrir fólk því að fólk hefur fylgst með þér náttúrulega bara alveg endalust í rauninni. En svolítið nýlið sko, nú er fólk að kynnast þér Já, svona í raunveruleika. Já, þannig að þú ert að mæta í þessar kappræður og þú ert í mörgum viðtölum og svona og bara, ég held að fólk sé að kynnast líka svolítið nýlið sem er skemmtilegt. Já, það var svona markmið með þessu að leyfa fólki að kynnast mér. Svona í raunveruleikunum, það er alveg komin tími til þess að fara að sýna bara mig svona, hvernig ég er í raunveruleikunum. Þú vinna svolítið líka með smá húmór, smá léttleika í þessu. Jú, en það er bara náttúrulegt fyrir mig. Þú veist, eins og það var allir að spyrja út í þessa frasa sem eru komin út allt. Þetta var bara eitthvað sem ég sagði, þetta var ekkert ákveðið. Það held allir þetta var eitthvað ákveðið. En nú er það? Hvaða frasar eru það? Það er ég kem til dyrana eins og ég klædd, hvort sem að sé Gucci drakt eða bikini. Já, það var í kappræðunum. Það var skemmt. Og ég ætla bara að eyða allir sem ég fæ. Já, það var líka þú varst hreinskilin þar sko. Eyða sem mest. Já, ég meina ef ég fæ einhverju styrki þá eyði ég þeim í auglýsingar. Þú veist eins mikið og ég get fengið þá eyði ég. Er þetta dýrt dæmi? Ertu búin að eyða mikið af þínum eigin pening? Ég er ekki að eyða neinu af mínum pening þannig séð sko. En jú, þetta er náttúrulega rosalega dýrt fyrir hina þeir eru að eyða mörgum milljónum. Þannig þú ert ekki að fara í eitthvað fjárhagslegt tap út af forsetakosningunum? Nei, ég ákvað að gera þetta bara sjálfur mér persónuleikunum og reyna að skora þannig. En hvernig er svona staðan á núna? Ertu flutt alveg heim eða býrðu út í Búlgaríu? Ég er svona 50-50. Hvað ertu að gera út í Búlgaríu þegar þú ert þar núna? Ég er búin að vera að leika kvikmynd síðast árið nice. Og búin að vera í einhverjum svona sakamála þáttum Ertu að leika mikið úti? Nei, ég leiki í þessari kvikmynd en svo er ég í þáttum sem eru OneCoin-máli stóra bæði evróskum og amerískum. En að kryptóvinkuna þína? Já. Hvað er það? Þeir eru eitthvað að segja með það strákanir. Hún er þá týnd? Hún er þá týnd. Sæns að vinkona þín í Búlgaríu, bjóstu í húsinu hennar? Sko, hún er bara viðskiptafélagi minn og ég held að þú eru ekki hitt hana þegar þú varst úti. Við þurfum að taka upp drauminn. Við hittum hana að taka upp drauminn. En fórum við að borða mastu? Já, hún var með. Og ef að saka hana að hafa rænt milljörðum í bitcoin eða? Nei, hún stofnaði bara eitt svona mest successful cryptocurrency fyrirtæki í heiminum og bara sem var að velta bara biljörðum. Og svo kom það í ljós svona seint og síðan meira að það var eitthvað bóið við viðskiptina bak við þetta.
og það var hérna system sem vantaði í tölvukerfi sem er kallað blockchain sem skráir svona fæslur og allt svoleiðis þannig að allir þessi peningar sem voru búin að vera að koma inn þessi ár voru ekki skráðir einhvern veginn þannig að þetta var svona eins og hún væri að svíkja allt út Og heldur hún hafi verið að því? Ég veit hún ætlaði ekki að gera en ég held að það hefði bara verið svona tæknileg mistök og þau voru bara ekki nóg færi að hérna Komst þið baka? Já, þau gátu náttúrulega ekki snúið þessu við þannig að og hérna þetta er náttúrulega Er hún bara on the run? Gífurlegt tap fyrir marga Já, er hún bara í felum eða? Sko mér er sagt að hún hafi verið skorin í búta og hent í sjóin í Gríklandi Ok Af einhver sem tapaði pening hérna Já, það voru margir Þetta er náttúrulega þegar með svona upphæðir í Austur-Evrópu þá ertu bara komin á mjög hættulegan stað þú veist ekki að segja neins þar og hún var alveg það rík og það tengt svona inn í mjög hættulegan business Já, við skulum bara, ég vissi ekki að það er alveg svona Ég hlustaði mynda þáttinn með þér hérna í eftirmálum Já. og hérna hvert fólk til að tjekka honum hann var mjög svona aðtilsörur þú fórst alveg yfir þetta mál algjörlega þar bara frá aðtölu Já. En hvernig hvað eins og núna það er að koma kostningar eins og það er að koma hérna svona skoðanakannanir þetta er kannski leiðileg spurning en ég spurði Steinur vinkonum með þessu líka líður eins og getur orðið forseti Íslands? Ég er rosa keppnismanneski þannig að ég ætla ekki að segja nei út að ég er í þessari keppni Já Helskó, hvað er þetta keppni? Já Þetta er bara keppni Þetta er keppni og hérna, þetta er keppni forsetasætið Sko, hérna, fylgi mitt er rosalega falið eins og því að við kannski fundið fyrir þú veist, þetta er ungt fólk og svona rebellar og svona fólk sem er ekki að svara Gallup-könnunum Nei, það er ekki verið að hringja í Nei, það er enginn að hringja í það þannig að ég held ég sem er gífurlegt falið fylgi Ég þekki enga sem fengið símtal frá Gallup sko. Nei, ég meina, ég hef og sko 90% af fólki sem ég tala við það er ekki búið að ákveða sig Það er rosa opið En mér langar svo að spyrja þig hérna því að þú ert í frambúði og hérna, en ég minna því að þú ert líka að bralla svo mikið í Búlgaríu Þetta lítur að vera mjög sterkt á CV þar að vera forsetaframbjóðandi. Að sjálfsögðu, það er náttúrulega hérna, og ekki bara stort á CV heldur þetta líka náttúrulega alveg mögnu reynsla, þú veist, í reynslubankan. Þannig í raunin, það er líka góða punktur að stenda á þann, í raunin því meira fylgir sem færið, hvort sem þú verið fórsetið ekki, þá er það gott á CV, bara er ég með 10% af þjóðinni hérna kaus mér sem fórsetið. Já, það er heldur stórt. Þannig sem leikurinn er gerður, sko. Og ég er ekkert að búast fyrir því að ég vinni, en ég var náttúrulega þakklátt fyrir hvert einsta atkvæði sem ég fæ og ég ætla að reyna að komast eins langt og ég get. Ég væri náttúrulega geðveikt til ég að enda í topp 3. Já, það er rosalegt. Ég meina, ertu ekki núna í topp 5? Ég er í topp 7. Topp 7, já. Hvað hérna, við ætla að henda þér, við erum búin að henda öllum í kortmyndur frekar, allir sem hafa komið hérna í spjall til okkar sem eru í frambúði. Fyrsta spurning, ef þú verður ekki sjálf í frambúði, ég veit þetta var spurt þarna á borðinu að bögga mig ógeðslega, það er sama spurningu var hjá okkur, hvern myndir þú kjósa ef þú verður ekki? Höllu Tómas, ok. Hvort myndir frekar reykja pakka á dag það sem eftir er að deyja áfengistöðu einu sinni í mánuði? Deyja áfengistöðu einu sinni í mánuði. Reykjar, hefur þú reykt eitthvað? Ég fikk það svona því ég var aðeins yngri. Já. En fannir þér í glas? Já. Hvað drekkur á djaminu? Hvað drekk ég? Ég drekk alltaf bara hvítin. Síðasta, hvort myndir frekar fara á flöskuborð með Joe Biden eða Donald Trump? Donald Trump, definitely. Og hvaða, ef þú myndir verða kosinforseti, mætti velja hvaða 3 einstaklingar sem eru í heiminum til þess að koma í fyrsta matabúðið, hverju myndir þú bjóða? Mátt velja, já, eins og ég segi, bara alla í heiminum. Sko, ég myndi bara velja alla, hérna, þá sem eru í frambúði núna að bjóða þeim í mat og lefum að finna lyktina inn á Bessastöðum. Svona rub it in. Það var skemmt. Það er velkomin. Þetta er þetta besta svarið held ég hingað til. Já, þetta var heldur gott og bara, ég segi Ástíðis, bara áfram, bara gangiði vel og ríkala gaman að fá þig. Gekkið að fá þig. Takk Og þetta, við fylgjumst með þér og vonum að leini fylgið aukist bara. Já, nú er bara spennan að þetta. Ég bara held að það væri bara rosa gaman fyrir Ísland að fá fallegan forseta. Já, og hvar verður á kostninga, hvað er þetta ekki 1. júní? Jú. Hvar verður? Ég er ekki komið hérna stað
fyrir kostningavöku. Þú ert ekki með svona teimi á baki, þið eru ekkert eitthvað öll eru, nú tökum við og fögnum þessu eða er það bara þú ein með hvítvin og systurinn? Nei, ég er alveg með, þú veist, það er alveg fullt af fólki sem eru vesennast á baki, þú veist, en ég er ekki með fólki vinnu sem er hérna Það er ekki ná launaskrá sem er að vinna í þessu alla daga. En er þetta ekki þannig að fólk má bara þessi kostningavökur, er þetta ekki bara meðan pláss leifir að fólk má koma? Jú, ég held að þetta sem er svona opið. Já, hérna fólk bara lappar inn og út og fagnar og já, það er skemmtiatrið og svona. Ég verð með svoleiðis á einhverjum stað í miðbænum. Og auglýsa það síðar. Já, þið fylgist með því, Ásdís, takk aftur kella og bara gangiði vel og heldur með þér. Takk. Það er bara þannig. Þetta er FM FM 957. Það held ég þeirra hlusta FM 95 blökk hér á FM 957. Þökkum Ásdísi Rán kella fyrir, já, bara spjallið. Það er gaman að fá henni heimsókn. Mjög gaman að fá henni heimsókn og ég hérna, og bara eins og við komum á það, fólk er að kynnast henni svolítið líka núna, bara alvöru. Já, ég vissi ekki að það átti að vera sjónvarpsþáttur og Nei, ég vissi það ekki sem að komi í ljós. En það er drengir, það er svolítið búið að hlaupa frá okkur tíminn, maður. Ég veit einn mann hérna á göngunum sem verður brjálað núna, hann heitir Tommi Steindós, því að við náðum ekki að fara í sturglaða staðreyndir í dag. Og ekki heldur spurningkeppnina. Já, spurningkeppnin. En málega ég með King of Summer, Það er ekki hvenær sem er. Verður þú sumar næsta föstudag, við tökum bara 2004, sko næsti föstudagur, það er líka risa föstudagur því að það er daginn fyrir byggarúrslitin United City, ekki það maður sé svo sem bjart sýt fyrir hönd okkar manna en Sko, hann er 2005 eða ekki? Já, hann á laugardeginum eftir Já, sérst, núna, Eftir viku og þá er 2004. Hvað er sá leikur haldinn? Það er alltaf Wembley. Það er stutt Akkur í eru þann ekki að fara? leikmaður. Erum við jákvæðið það? Hvernig sem leggst það í þið? Nei, ég meina það er ekkert ástæðlaus við erum ekki að fara. Já, ég veit Ekki það, ég var tilbúin að það þetta spjalli kom í grúpunni Allir klárir einhvern veginn hérna, ég veit það En ekki veistu hvað, það er ekkert verður en að fara í svona ferð og af því að þú flýgur út á föstudegi, þú ert á degi 2 í drikkið og fer á leikinn og ef þið skýt tapa eitthvað, ekki það, náttúrulega gaman að þið vinna. En þetta er svolítið, ef þeir skýt tapa, þetta verður brekka Já, þeir eru náttúrulega að spila bara á móti besta liði heims. Já, en það er alveg einhver séns, þetta er bara Það er fótbolti. alltaf séns, já. Þannig að það gæti einhver í City fengi ill í magan. Annað eins, hefur gest en já, tíminn hljóð bara svolítið frá okkur steindi við erum á leiðin til Split, Króatíu. Split Já, við erum að fara að skemmta þar og já, vonandi sleikja sóluna þó sem nú spáð rigningu. Setja á torgi, takki eitt frósin og töða eins. Og takki mig þar, það er uppáldið mitt, setja torgi með frósin. Þú veist, ég hend alltaf inn á einstæð, ég er Þú ert virkur Ég skal vera virkur Á torginu. Ég skal henda í inn ykkur. Og það er náttúrulega, það er 18 manns heima þér, er það ekki steindið þannig Jó. Já, og sofa heima þeir. Já, amman flyttur inn, þannig að ég get verið að hendin. Herðu, hérna Og 3 vikur í unboxing. Herðu, en strákar, maður sjá Það er unboxing maður. 3 vikur í það. Herðu, minnum fólk eða fólk og fyrirtæki að senda á tal@tal.is ef þið ætla að vera með og við ætlum að opna 50 pakka og gefa áskrifendum. Sumarleikur blökkastins sem er unboxing þá þetta er nákvæmlega svo litlu jólinn við opnum pakka, þess að lesum drögum út einhvern áskrifenda og svo opnum við pakkan, þannig að það er spenna fyrir hann sem er dregin út. Og þú er bara í pottunum með út áskrifandi af blöggastinu. Já, og ef þið viljið vera með það er að segja að gefa vinninga, sendið þá eins og við sögðum á tal@tal.is og já, þið verðið með þarna í unboxing og það er hvað 9. júní 9. júní sunnudagur og 3 weeks. Já. Ég er að skoða veðrið hérna. Herðu, þú ættir ammæli í vikunni, glemt að koma inn á það, til vikunni daginn maður. Til hamingju með daginn. Mánudaginn. Já, rosalegt. Þú áttur ammæli á mánudaginn. 13. maí. Akkur, Ég ringdi hann, lítið að vita. ég fatt ekki neitt. Já. Ég er aldrei á Facebook. Nei. Ég kík ekki á veggina og anskotin. Heyrðu, hérna Ég gleyði mig sjálfur í afmæli sko. Við hefum þurft að koma með eitthvað köku í þáttinn. Já, við þurfum Tökum köku seinna. Tökum eitthvað, bjóðum hann út að borða Þetta var ekki stóra afmæli sko. Stóra afmæli á þér stóri, þetta er þitt ár sko. Er Egill lítið afmælisbarn og ég það? Nei, hann er búin að halda tvisar að þrísar á afmæli sitt. Ég hef gaman að halda, gaman að halda partí. Ég bróttum á því. Það er ekkert endilega afmælið, en blöð búin að skóla með það sko. Ég held aldrei upp á neitt, ger aldrei neitt. Nei. Blögga með eins og lestur, líka býðu skemmt þetta fólki bara öll svo þekkir sem er bara skemmt fólk og hefur vel af alkohól Það var hafa allir hell of a goddamn time. En hvernig var núna mánudaginn? Fórstu borðaðar eitthvað? Fórstu bara heima í chili? Já, ég er endar Veisla Barcelona Já. Barcelona tónsett og gilsa. Er það afmælisverð?
Nei, eiginlega ekki Þú veist ekkert ammælisverð, bara svona smá að fara í steik og raut Það er vel gert. Það er rosalegt. Ég get með þess að sagt ykkur eitt sem að það er helviti langt sem þetta gerist. Ég er ekki búin að plana afmælið mitt sem er eftir 2 mánuði. Það er einhvern tíma gert Það er svakar. Þú lítur að vera bara að spá í hvað það að gera Nei, ég held að ég verð búin að negla það á næsta árið á 45 sko. Já, það verður stórt Já, en þetta verður heldur bara eitthvað Stóra kósí. á næsta ári En það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur í dag. Kæru hlustendur, við þakkum fyrir hlustunum í dag. Já. Minnum á blökkastið næsta þriðjudag og annars er bara fullu bátur föstudaginn eftir viku og allir í stuði. Takk fyrir í dag og takk fyrir mig, drengir.